Þá heyrðu velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi mitt sumar, það svona sumarútgáfan og sumarstúlkan í þessu sinni Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, velkomin. Já, sumarkellingin það og ég ákvað að vera með sólgleru. Ég held að ef ég verði með sólgleru allavega upp á þessa þáttar þá sé það ávísun á sólskin, hugsanlega á morgun, sko. Það líka bara svo cool að vera með sólgleru inni. Það ekki típunar sem alltaf með sólgleru inni, ég hef aldrei skilið þetta. Það einhverjir sem ég hef tekið viðtal við sem eru með svona dögt. Já, bara svona þess að hlífa sjóninni. Ég held að margir séu líka. Sem var hérna bara í síðustu viku, Einar Þór Jónsson. Já, einmitt, já, bara til þess að hlífa sjóninni. Já. En ég held líka að sumir noti sólgleru inni bara vegna þess að þeim finnst það cool. Já, það náttúrulega svolítið cool. Og aðrir gerir það líka bara svona til þess að geta falið sig á bakvið þau, sko. Hérna með sumarstúlkurnar, þegar ég var ungur drengur, þá fór ég á svona vertíð, eða svona sumarvinnu á Súganda, suður við Súgandafjörð. Og á þessu stöðum á þessu tíma þá var þetta hérna svona verbúðir, komu fólk bæði hérna úr bænum að vinna í fiski út allt og svo líka hérna fólk frá Ástralíu og Nýja-Sjálandi, mikið konur og Suður Afríku, ég kynntist þannig manni frá Suður Afríku þarna og mikið drukkið og ungt fólk að bara skemmta sér. En þá man ég eftir að það var einn strákur úr bænum sem að sagði svona setningu svona aðeins við hliðina á mér sem að sagði sumar stelpurnar eru fallegri. Og ráttum við það að stelpurnar sem komu sumari væri fallegri. En svo það að getur þetta líka verið bara almenn yfirlýsing að sumar stelpurnar eru fallegri. Það eru bara fallegri, það náttúrulega bara alveg ýmislegt til í því. Svo var náttúrulega svona sumarstúlkan, þetta var í dagblöðum, það var svona heil síða DFF, já. Íslenska útgáfan af síðu 6. Page 3, eða Page 6, já, Page 3 Girls, já, einmitt svona. Sumarstúlka dagblaðsins. Einmitt, og þetta var náttúrulega lagt af eins og annað, þetta var svona þótti niðurlegandi fyrir hvern fólk. En þú ert sumarstúlka hér, ætlar að leysa mig af? Ég veit ekki hvort það getur náttúrulega enginn leyst þig af, það getur enginn sagt auðvaldi jafn oft í hverjum þætti eins og þú. Þú getur eftir bara. Þú getur eftir. Auðvitað get ég æft mig, en hérna, já, ég ætla að vera hérna með ykkur í sumar og bara takk fyrir að gefa mér það tækifæri. Gaman að fá þig. Allt annað líf. Allt annað líf, það bara... Sitt alltaf hérna einn. Heldur að sitt alltaf hérna einn. Já, og tala við jökkurnar hérna sem eru með þér í herbygginu. Já, við fáum alltaf gesti. Já, það gaman. Við erum með svona ákvæðum núna í sumar að fá svona gestabúð. Já. Fá bara fólk hérna og þaðan og tala bara eins og fólk talar. Já. Við erum svona hugmyndum að við getum endurnýjað samtalið í útvarpi og sjónvarpi. Já, einmitt, og það gaman að fá fólk bara allstaðar á samfélaginu og taka svona og bara rappa saman. Ekkert endilega þar sem að fólk endilega að óta einhverju að okkur, einhverjum hugmyndum eða hugsunum þar sem við getum bara velt hlutunum fyrir okkur. Það mjög mikilvægt og bara hugsa upphátt og það allt í lagi að hugsa upphátt, það allt í lagi að vita ekki alla hluti og það mjög nauðsynlegt að spyrja spurninga og ég held að við þurfum að æfa okkur í því líka til þess að við getum bindað okkur betur skoðanir. Við séum ekki alltaf að éta upp hugmyndir og það sem að aðrir selja okkur heldur að við reynum að setja okkur aðeins inn í hlutinu og það held ég að geti gerst í gegnum samtal, skemmtilegt samtal. Það líka gott að vera hér, það sem að má segja auðvaldið að þess að fólki svelgist á. Já, algjörlega og kannski 80 sinnum í hverjum þætti. Það reyndar ekki alltaf. Nei. Ég man einhverju þætti hérna þá var hérna, ég man að Þorgerður Katri var hérna og einhverjur fleiri og ég sagði bara eina sjálfsögðu hérna setningu að kapitalismin leiðir til einokunar og fákeppni. Já. Sem bæði bara greining Marx og ég held að enginn sem deilumyndar og við lifum hennar heim núna þetta ekki þessi hugmyndunum að vera alltaf meira í samkeppni að kapitalismin vilji samkeppni, hann vill það ekki, hann vill bara einokun hann vill bara einokun, já og ég sagði þetta og þá fóru bara hinni gestirnir eins og raketta hérna upp já, ok og þá hérna við lifum náttúrulega tíma þar sem að þetta eru bara samfélagssáttmálinn að kapitalismin eina kerfið sem við getum búið við. Já, það sé bara manninum best að búa við yfirstjórn. Já. Yfirstjórn. Auðvaldsins. Þeirra sem eiga að ráða, þeir bara ráði og bara ákveða allt fyrir okkur, sko. En af hverju segir þú að þeir sem eiga að ráða en ekki auðvaldið og elita? Auðvaldið, mér finnst það bara eitthvað ógreinleira. Þeir sem eiga að ráða finnst mér bara að vera skýrara og einfaldara.
Skilurðu, mér finnst bara Ríkisvald? Ríkisvald, já, ríkið. Auðvald? Hvað er flókið við auðvald? Ég veit ekki, þetta bara orð bara pirrar mig, ég ætla bara að standa með þeirri skoðun minni, ég bara þeir sem eiga og ráða er fullkomlega gagnsætt. Ég er bara svolítið að velta fyrir mig hvort við erum að breyta þessu, þessari veruðinni þessu í námskeið. Í námskeið í framsögn? Nei, sambandi við auðvaldið, að markmið mitt verður að þú segir auðvaldið alltaf 14 sinnum. Í hverju þætti? Já, ekki bara auðvaldið, þú er búin að vinna. Já, herðu, en það er sem sagt, við ætlum að fá gesti. Já. Fyrst ætlum við að fá svona fólk bara til að spjalla daginn á veginn, eins og sagt er. Já. Við veitum ekki hvert það spjall fer. Nei. Og það er líka bara skemmtilegt, þetta stórskemmtilegt skemmtilegt fólk. Kemur Kristinn Sigmundsson sem er nú hvalreki að fá. Já. Hann er mikið í útlöndum að syngja. Já, hann er náttúruperla, Kristinn, og auðvitað svona þjóðarperla. Mikil fengur listamann. Já, og líka allir sem hafa kynnst honum leggja honum til svo gott orð. Já. Þú hefur ekki heyrt neitt talað illa Kristinn Sigmundsson. Nei, og Öfuttu hina gestina? Nei, ég er að stríða. Nú, Kristín Helga verður hérna. Kristín, já. Já, hún er mikil náttúruverndarsinni og rithöfundur og ægilega skemmtileg og lætur til sín taka í samfélaginu. Hún er ekki lognhattur, hún lætur sig það varða hvað gengur á í heiminum og lætur í sér heyra, sem er mjög frábært. Og Heiða í Unum, Heiða Eiríksdóttir. Heiða Eiríksdóttir, já. Hún er í doktorsnámi í heimspeki. Já, stór skemmtileg kona. Já. Við ætlum að tala við þau. Og við fáum kannski að vera svona heimspekilegu nótum. Má vera, við veitum ekki hvað gerist. Nei. Og svo aðeins aftar í þættinum að þá ætlum við að fá Hafnfirðinga, af því að það er líklega verður íbúakosning Carbfix. Já, við skulum vona að það verði allavega lýðræðislegt að leyfa fólki að kjósa Ég held að það sé svo margir sem er eiginlega búin að fara fram á að það er eiginlega mjög líklegt að verði kosið. Já, enda er það ekki bara allt í lagi. Þetta, ef að fyrirtækið er eins gott eins og látið þeir af, þá er bara alveg sjálfsagt að ekki að neinu og leyfa fólki að vera upplýst og ganga til kosninga og það er greinilega stendur eitthvað á með upplýsingar til almennings að því fólk er hrætt og geldur varhug við þessu og bara full ástæða til þess að fá að kjósuna að gefnum upplýsingum. Kannski er fólk ekki hrætt, kannski vill bara fólk fá að ráða sínu nærumhverfi. Já. Og kannski á það að fá að ráða því. Við fengum 3 Hafnfirðinga og þetta er skemmtilega samsett hópur. Það er Davíð Arnar Stefánsson, hann er sérfræðingur á sviði sjálfbærar landnýtingar hjá Land og skógi og mikill svona náttúru sinni innan úr svona kannski hefðbundnari náttúruverndar. Já, hann hefur skrifað heilmikið í blöðin, bara mikilvægt að lesa það sem hann hefur skrifað. Hann er með... Maður oddviti VG í bæjarstjórnarkosningunum, en Hafnfirðinga vildi hann ekki. Já, hann er alvöru náttúruverndarsinni, því þeir eru ekkert margir í VG, en hann virðist vera það. Svo er Jón Ingi Hákonarsson, hann er ráðgjafi í starfsendurhæfingu, en er bæjarfulltrúi Viðreisnar. Hann hefur lagt það fram að þessi íbúakosningar fari fram. Og svo Hólmfríður Sigurðardóttir sem býr í Hafnarfirði, en hún er umhverfisgyðja hjá Orkuveitunni og einn af frumkvöðlunum í því að þróa þessa tækni sem hann er verið að nota. Ok, umhverfisgyðja frekar en þá hvað? Umhverfisfræðingur? Stjóri eða... Já, ég skil, já. Ég held að hún hafi valið sér þetta. Já, ert þú þá fjölmiðla goð og ég leikhúsgyðja? Ég náttúrulega kall og ég lifi inn í kallaheimi. Já, þú ert bara kallinn. Já, allt tungutak er gert fyrir okkur. Já. Þannig ég skil alveg að konur vilji búa sér til eitthvað svona annars konar nafngiftir. Já. En hún Orðið er laust, málið er frjálst. Já, en þau ætla að koma svolítið sitt hvorri áttinni og við ætlum að aðtóka hvernig okkur gengur að tala þetta mál, Carbfix. Carbfix, já. Sem er ekki megrunar. Nei, ég hélt það til að byrja með að þetta væri sem sagt kolvetna brennslu græja, en það er það ekki. Guðbergur Bergsson sagði einhvern tímann að misskilningurinn er upp af alls skilnings. Nákvæmlega. Það er allir að misskilja. Nákvæmlega. Herðu, en við skulum bara fara að hella upp á og fá fólki hingað inn og halda sumarspjall sem við kölluðum létt spjall heimsenda eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.
Já, heyrðu, það eru komnir gestir til okkar Steinunnar. Fínir gestir. Já. Já, eins og alltaf hérna. Hérna er Kristín Helga Gunnarsdóttir í bænum, yfirleitt út á landi á sömurinn, ekki? Jú. Já. Ég er að fara á morgun. Og Heiða Eiríksdóttir, heimspekingur. Já, þú ert rithöfundur. Já. Með meiri. Alls konar. Og Kristinn Sigmundsson, söngvari, eða bassi, segir maður það? Já, söngvari bara. Já. Eða bassi, það er, já. Bara hvað sem þú vilt. Ef það væri kona, þá myndi maður hugsanlega segja sóbrann. Já, eða söngkona. Eða söngkona. Já. Þú ert sjaldan hérna á landinu? Aðalega, já, sko, ég er nú meira og meira núna, sko, eftir því sem ég eldist. Ég var... Er ekki endalaust að gera fyrir svona bassa sem er svona stóra velli og... Rosalega þú lappar inn á sviðið sem kóngur eða eitthvað, það er bara að maður trúir því. Já, ég þarf ekki að kvarta. Nei. Ég sá þið nú syngja í Los Angeles fyrir alltaf sígjörðin 12 ár síðan. Já. Í Tristan og Ísolt. Alveg rétt. Alveg frábær sýning og þú varst alveg frábær. Ég gleymi því hins vegar aldrei þegar að Tristan rúllaði niður ramp, það var svona rampur fremst á sviðinu, rúllaði niður rampinn og hann var í svona einhvers konar kyrtli og það rúllaðist upp hann kyrtillinn á leiðinni niður rampinn og þá sást í mjög svona fölbleika aðhaldsbrók og við Stefán Karl vorum þarna, fínir gestir og horfa á óperuna og þetta var alveg óskaplega fyndið. Og þið voru ekki friðis eftir það? Ég meina við sprungum báður hlátur og reynda, vorum ekkert einum það vegna þess að sko í dauða Tristans þá náttúrulega var svolítið sérstakt að sjá bara í þessa bleiku aðhaldsbrækur sem kannski önnur kelling í salnum var líka í. Merkilegt. Já, en þú varst stórkostlegur í þeirri sýningu. Það er flott hlutverk. Já, alveg. Einn kóngurinn enn. Einn kóngurinn enn, já. Þú ert yfirleitt með kórunu í vinninni. Já, eða sko það er flokkarnir eru, sko það er kóngur, prestur, pabbi eða hálfviti, eða svona idiotahlutur. Það eru skemmtilegur. Já, auðvitað. Já, svona buffo, svona grínhlutur. En hérna... Þú ætlaðir að hafa svo skemmtilegan þátt og ræða á léttum nótum heimsendi. Já, ég er með hérna eina kenningu saman til óperu. Að óperan muni koma aftur, sko. Af því að það er eitthvað við óperuna þar sem að, sko, þessar aríur, þar sem að fólk svona talar einhvern veginn út í tómið innra líf sitt. Svolítið eins og svona Facebook-statusar. Ég er svona tilfinningur að óperan muni koma aftur og verða svona listform næstu áratuga. Hún er í ansi mikill endurnýjun, sko. Það er mikið af nýjum verkum núna sem eru, sko, alveg hreint stórkostleg. Ég er að koma núna frá San Francisco úr verki sem heitir Innocence eftir Finnstónskáld Kaja Saariaho hét hún og það fjallar hún fjallar eftirmál svona skólaárásar. Einmitt. Hvaða áhrif ekki endilega á, sko ekki skotríðin sjálf heldur hvaða áhrif það hefur á allt samfélagið. Aðstandendur og í rauninni bara, já, allt samfélagið. Og það heitir Innocence en það kemur í ljós að það er engin saklaus. Gífurlega sterkt verk. Þetta er einhver það, sko, magnaðasta drama sem ég hef tekið þátt í. Falleg músík. Já, sko, hún þjónar sínum tilgangi. Já. Hún er ekki falleg, hún er ekki ljót, hún er svona... Já, hreyfir við manni. Hún er svona eins og músíkörsk leiktjöld einhvern veginn, sko. Hún er alltumlíkjandi. Já, nákvæmlega. En er ekki málið mitt að óperan ræður við svona verkefni og eins og þegar núna erum við með Gaza að þetta ekki Death of Klinghoffer eftir John Adams sem ég held að sé eiginlega allra besta minnst á sjónvarpi að sýna það bara helst einu sinni í viku þá óperu og helst uppfærsluna það sem var tekið bara á location tekið bara upp eins og venjuleg kvikmynd stórkostleg aðferð til þess að fjalla átökin milli Er það nútíma ópera Já, alveg stórkostleg kórarnir þar eru sko magnaðir og að því að óperan einhvern veginn nær að fjalla eitthvað sem er svo erfitt
til dæmis afgreiða í svona spjaldætti nema þið bresti í söng á kannski. En sko, ég held líka að ópera eigi svolítið mikið inni sem listform í því að verða tilraunakendari vegna þess að þú veist, öll listform þurfa að endurnýja sig vegna þess að þeir sem að eru að njóta lista, alveg sem að hver hún að þeir breytast með heiminum eins og hann að breytast hratt. Þannig að það sem ég hef verið að sjá af svona því sem ég nú ekki því miður mikið að mæta í óperu en mér finnst oft mjög áhugaverðar sko það sem ég hef verið að sjá sem verið að setja upp af því það verður oft, það að verða tilraunakendara. Það ekki verið að setja endilega á svið akkurat núna, þú veist, einhverjar gamlar rómantískar sögur sem voru einu sinni, það eina sem að manni datt í hug varðandi óperur eins og þú ert að lýsa þessu. Þetta er það sem þarf sko. Það þarf svona endurnýjun. Já, þessi, sko, þetta ópera, San Francisco óperan svolítið mögnuð með það að hún blandar saman, sko, 50-50 í rauninni, sko, nýju óperu og þessu klassíska gamla repertoari. Og þá gjarnan í, sko, nýstaflegum uppfæslum með þetta. Það ekki... Eins og þetta var einhvern tímann, að þá var verið að flytja ný verk. Já. En síðan náttúrulega bara öll klassíkin festist svolítið í því að vera alltaf að spila það sama aftur. Ég las einhvern kenningu það að þetta verið LP-plötun að kenna. Að þegar LP-platan kom þá var hægt að hlusta á óperu og heilu sinfóníurnar heima að sér. Og þá komu áhorfendur og vildu heyra það sem þeir heyrðu heima. Og þá minnkaði þolið fyrir sko nýrri músík. Og fólk vildi koma og segja, já, mér fannst hún ekki alveg eins góður píanistinn eins og í hinnu. Og eitthvað svona, allir eru svo rosa gáfaðir. Það sem að músíkin svolítið svona leið fyrir þetta. Það verður alltaf að endurtaka sama. Ég held líka, maður sæki í klassíkina líka vegna þess að hún fastu punktur og svona þráður á milli kynslóða og einhvers konar sefun í kaotískum heimi að geta horfið til þess að heyrið sem barn sem ammaðin og afi hlustuð á og einhvern veginn ekkert breytist þegar þú situr bara og hlustar á Rigoletto eins og við förum alltaf á vínartónleika þeir eru alltaf eins og það eitthvað svona það einhver heilun í því bara að hitta ekkert nýtt, þetta bara eins og það var alltaf. En það náttúrulega alveg stórkostlegt sko að hafa þennan arf, hafa þessa músík að sækja í og ég held að nútíma, til dæmis þeir sem í nútíma tónlist, þeir byggja á einn eða annan hátt á, jafnvel á Bach og því sem gerðist eftir hann. Þungarokki líka bara. Það nefnilega þannig. Kvikmyndatónlist meira minna Schönberg, þar sem hann kom með til honum út. Heyrðu, ég varð alveg eyðilega eitt kvöldið daginn þegar ég hugsaði sko að því að sagan skrifið af Sigurvegurunum og það veitist svona sem að mest hampað á hverjum tíma. Hugsið ykkur alla fallegu músíkina sem hefur týnst í heiminum. Finnst ykkur það ekkert svakalegt? Og allar merkilegu bókmyndirnar og allar fallega sem verið búið til sem að aldrei fekk að sjást og aldrei var haldið á lofti. Ég var alveg eyðilega yfir þess alveg bara í nokkra klukkutímum daginn. Allir fegurðinni sem við höfum farið á mis við, jú, Verdi góður fyrir sinn hatt en kannski voru einhverjir þarna höfundar sem að bara allt glatað frá. Það margir til dæmis sem að nasistarnir sko bönnuðu. Já, aldeilis. Aðrir sem hömpuðu. Sem þú voru mikið sungið. En sko, en þetta að syngjum tilfinningar sína, sko. Þetta svona brandar á mínu heimili, krakkarnir mínu segja svona, ég veit ekki alveg hvað ég hugsa, ég bara syngt það og það bara hætti sem að ég geti að syngja það. En þetta svona oft í vinahópnum og þá byrjar fólk að segja, ég veit ekki hvað ég á og svona þetta losar svona Ég held að við ættum bara að fara að syngja meira tilfinningar okkar þegar við vitum ekki nákvæmlega hvernig við höfum að koma því orða því þá kemur ritskoðunin inn og viljum ekki segja eitthvað vitlaust. En þegar við bara æpum það út og syngjum, ég held að við höfum að fara bara að losa tilfinningar meira með söng. Krakkar gerir þetta. Já, krakkar gera þetta. Þeir söngla. Ég var lítil og maður var á leiðin í skólan og hélt maður einn í heiminum. Þá sönglaði maður alla leið. Maður söngla og krakkar gera þetta. Eru þið að segja að þið gerir þetta ekki lengur eða? Ég alltaf sönglandi Ég reikna alltaf með þessu þegar ég að labba eftir Hverfisgötunni að ég sé raunverulega í dans- og söngvamynd og allt í einu á þriðju hæð opnist glugginn og eitthvað byrja að syngja Þetta þú Gunnar Smári hvað segir Ég er bara alltaf að hissa að þau eru bara eitthvað ekki byrjuð eða eitthvað Mér finnst rosa gott að vera í svona stórmarkaði þar sem rosalega mikið stress fólk kannski alveg búið að missa sig í því að vera að reyna að gera allt og mikið á föstudegi eða eitthvað og fólk í bílum á leiðinni í eitthvað ferðalag og eitthvað svona og ég náttúrulega
komin út úr þessu öllu, á ekki bíl og bara að reyna að vera ekki í stressi aldrei, það bara gott fyrir mig. Ég söngla til þess að útiloka sko ef ég ekki kannski með tónlist í eyrunum. Syngja burtu illa anda, það hefur verið gert. Já. Nei, líka bara vera í bónus og byrja bara eitthvað að vera bara eitthvað að raula. Það held að hafi bara dálítið góða áhrif líka. Það bara svona nullar svolítið út stemminguna. Bónus, ég flauta alltaf í búðum, ég bara veit hvað ég blístra bara með ég að versla. Svo var ég daginn. Getum við fengið tóndæmi? Ég bara... Já, nákvæmlega. Og alls konar bara upp á mér og svo var ég mitt bara við mjólkukælinn, sé ég einhverja konu í Krónni sem að flauta og alveg eins og ég að blístra og ég þurfti bara að koma til hennar og segja gaman að hitta þig. Þú blístraði í búðum eins og ég. Og hún alveg, ég gerði þú þetta líka. Já. Svo flautuðum við bara í sikkur áttina. Þetta er hérna bók við smásögum, blístraði í búðum. Blístraði í búðum. En margt eldra fólk gerði þetta að svona humma og svona raula fyrir munni sér og það einhver svona sefjun í þessu og einhver svona eitthvað svona róa sig eða svona, þetta er örugglega hollt, sko. Já. Svo getur maður skipt út svona umhverfismúsíkinni. Ég manna í æfinni þá þurfti ég að ferðast mikið og þá maður með eitthvað í eyranu og á svona, þú ert alltaf að ferðast og draga þetta á eftir tösku á flughöfnum og svo maður kannski með Arvo Pärt eða eitthvað og þá sér maður að mannlífið eiginlega sko, það eitthvað guðleg forsjón sem maður stýrir þessu. Svo skiptir maður yfir í einhvern mínimalisma og þá fyrir maður þessi bara velrænt og sálarlaust. Ég gerir þetta sama, sko. Svo skellur maður yfir í Bach og þá allt í einu fer þetta tilgang aftur. Músíkin bara hérna... Já, hljóðmynd skiptir rosa mikið máli. Ef það ekki hljóðmynd í lífinu þá maður bara ekki neitt. Brian Eno alveg ótrúlega góður fyrir bara allar aðstæður. Það bara, ef maður hefur hlustað mikið á Brian Eno, það eru svo margar mismunandi plötur til, sko, og þetta er bara mín svona go-to þegar ég að ferðast. Bara skella Brian Eno í og þá verður allt í einu allt að bara sögunni sem að ég að labba í gegnum. Já, þetta er eiginlega sjálfshjálpar þáttur, ef þið áttu ykkur á því, að ef að þið eru döpur í lífinu, skiptir bara lag. Skiptið innra lag. Við getum búið upp á skiptið bara lag. Kristín Helga býður upp á blístur og bara blístrar sig í gegnum hlutina. Stefán Karl átti ömmu sem var alltaf Hummari. Hummari þetta geta verið. Hummari. Getur kannski búið okkur upp á hvers konar söngstund að þú heyra? Ég bara eitthvað svona Og þú ert náttúrulega alltaf að læra utan að einhver... Ég er alltaf að æfa mig, sko. Já, og þá komur svona ein og ein strófa. Syngur ekki í baði, eða? Nei. Nei. Þetta er svo trésmiður sem gerir aldrei þeim að þessu. Nei, það er þannig. Já. Ég vil kannski sagt að ég syng ekki nema ég fóði borga fyrir það. Já. Og fyrirfram. Já, helst. Já, en það eru, af því þetta er sjálfshjálparþáttur og við erum svona sjálfshjálpagúrúar í dag, þá er örugglega mjög gott að lækna sig með því að nýta röddina, bæði í söng og tali og maður heyrir þetta dálítið á mæli fólks, hvort að fólk er með klemmda raddir, af því að ég var svolítið að leika mér að því núna síðasta vetur að horfa á fréttir en ekki með hljóði. Fylgir svona með látbragði fólks og það er bara því ég leikari, ég hef áhuga á því að sjá það og maður sér ýmislegt, maður pikkar ýmislegt upp þegar röddin er ekki. En svo líka þegar maður hlustar á raddir fólks þá er líka eitthvað í röddum sem er trúverðugt, ótrúverðugt, ekta, óekta þegar maður byrjar að leita eftir. Það er svona mikill sannleikur sem kemur í gegnum tjáninguna og Kristín er náttúrulega með rödd sannleikans, sko. Já, ég veit það. En það vinnur hans að vera kóngur og prestur og bara autoritet í... Eða idiot. Já, en sko ég er svolítið svona næm fyrir tíðni radda. Þegar þú talar, þá svona resonerar það hérna á brjóstsvæðinu hjá mér, sko. Því ég finn vel fyrir... Þú bara hlýðir. Já, þú gætir sennilega komið mér til þess að gera alls konar hluti með þessari rödd, sko. Já. Gott að vita þetta. Já, fengið mig til að gangi einhverja hreyfingu eða gangast einhverjum trúarbrögðum á hönd. En því að Steina sagði þarna með að vera svona týnd tónskáld og svona hugmyndunum sagði að verði búið til eitthvað fegurð í lífinu
En við svona missum af henni að því að við segjum, nei, þetta ekkert sérstætt. Og við missum af kannski einhverju stórkostlu verðmætum. Þetta svona svolítið sorgleg sín á mannkynssöguna. En haldið við þetta sé þannig? Að við bara sjáum ekki allt sem, að það er kannski síst það sem mestu máli skiptir? Nei, sko, það alveg klárt mál að það fullt af músík sem eins og ég nefndi á það, sko, sem til dæmis nasistarnir bönnuðu. Tónskáld sem hét Franz Schreker, hann var svona einhvers konar blanda af Richard Strauss og Puccini, samt frábæra músík. Og svo voru, ég kann haldið áfram endalega, þetta hefur verið gefið út, sko, Dekka var með útgáfu það sem var sko bönnuð tónlist, eða endartete músík, eins og úrkynjuna tónlist, sem sagt. Eitt verk sem að ég man eftir ég tók þátt í, það algjörlega stórkostlegt, hét Keisarinn af Atlantis, eftir Viktor Ullmann. Ullmann þessi, hann var gyðingur og hann var sendur í fangabúðir eins og svo margir og þetta samið í Theresienstadt fangabúðunum. Og þetta sett þar upp, þetta var í rauninni parodía á Hitler, makalust stykki og það var keisarinn af Atlantis, það var Hitler, Kaiser überall. Og hljóðfæraskipanin í þessari óperu mjög sérstök, það fiðla, það harmonika, trompet. Bara það sem var til. Já, bara mjög frumstætt. Banjo mér að segja. Og það gengur út af það að dauðinn fer í verkfall. Hann neitar að, hann bara, fólki deyr ekki lengur. Og þá náttúrulega verður upptótt hjá Hitler og vinunum, sko, að þeir verða valdalausir. Þeir get ekki drepið fólk. Wow. Það er komin upp alveg hræðilegu sjúkdómur. Fólki deyr ekki lengur. Eilífleikinn hefur tekið völdin. Wow. Hræðilegu sjúkdómur, fólk deyr ekki. Og þetta er líka svolítið magna fyrir það að ég söng dauðan. En það voru nokkra, ég man ekki hvað margar, 6 persónur í þessu. Það dóu allir í fangabúðunum. Þetta var reyndar, sko, þetta komst aldrei lengra heldur en að generalpröfu. Það voru einhverjir fangabúðastjórar sem náttúrulega þurftu að setjast inn og þá var verkið, já. Ullmann gat einhvern veginn komið, sko, afriti af verkinu yfir á einhvern annan sem að geymdi það fram yfir stríðslok. Það dóu allir í þessum fangabúðum. Þeir voru sendt til Auschwitz, held ég, frá Theresienstadt átt að vera svona fyrirmyndafangabúðir, sko, sem sýndu Sameinuðu þjóðunum eða Rauða krossinum öllu heldur. Hinn fagra framhlið. Já, einmitt. En það dóu allir, sem sagt, nema sá söngvarinn sem söng dauðan. Hann lifði. Svolítið magnað. Grótesk svolítið. Já. Og Það er náttúrulega skelfileg tilhugsun, eilífleikinn bara yfir höfuð, sko, ef að mannkynið hætti að deyja og við myndum bara hrannast hérna upp. Þetta er verið bara mjög mikið sci-fi. Já, þetta er algjör sci-fi. Eins og fólk sem er að gera, sko, mjög svona nýstárlegar myndir, kvikmyndir akkurat núna. Kvikmyndaiðnaðurinn er náttúrulega Hollywood sem að allir sjá og svo er allt hitt sem að fólk sem er að grúska í kvikmyndum leitar í og þá eru oft svona sci-fi myndir þar sem einmitt verið er að velta upp allskyns möguleikum, hvað ef. Og hvenær er þetta skrifað þá? 30? Þetta er skrifað 940? Já, 40 eitthvað, sko. Já. Og þetta er alveg, þetta er ofboðslega sérstök sýn á að búa til sögu á þessum tíma. Gæti alveg verið skrifað bara 2018 sem kvikmyndahandrit, sko. En er ekki öll varðveisla sögu í heiminum tilraun til að einhvern veginn til eilífleikans? Að einhver leiti. Já. Það er rithöfundar síðan að skrifa Nei, ég er að tala við erum að reyna að rifja upp söguna og halda í söguna, við erum að fara á vínatónleika, halda í eitthvað sem var gamalt og gott. Er þetta ekki einhver tilraun til þess að sko fara á mótið því að við erum öll dauðleg, en við erum að reyna að fara á mótið því með því að halda svona mikið í allt það gamla og... Kannski eru listamenn alltaf að reyna að stoppa tíman fyrir komandi kynslóðir. Nákvæmlega. Það er til leiðbeiningar fyrir þá sem að koma á eftir. Já, ég er alveg sammála því. Reyna að halda þræði. Og ég held að óttinn eins og í samtímanum í dag
voða mikið í allir þessar upplýsingaóreiðu Upplaust sögunar. að missa þráðin, að við séum að missa þræðin. Upplaust sögunar. Já. Ég ætla bara, sko, vegna þess að ég fekk, ekki fyrir löngu síðan, var mér færður hlutur að gjöf sem fór á milli langafa míns og langafa minnar. Og fyrir tilviljun var komin í hendur bara manneski hérna í Reykjavík sem færði mér hann tilbaka. Og nú velti ég því fyrir mér, ég mun láta þennan grip af hendi til minna barna og segja þeim hvaðan hann komin. Hann sérst komin frá langafa mínum og langömmu. Börnin mín munu kannski geyma þetta og láta sín börn frá, en svona, það mjög stutt svona í heimstímanum, hugsa heimstíman, þá mjög stutt þangað til að þessi hlutur glatar allri merkingu. Og þetta ekki svona með alla hluti? Ekki, þú veist, einhvern tíman í ókominni framtíð þá verður bara verði ég ekkert lengur með, til dæmis. Ég get ekki ímyndað. Þetta stór spurning. Nei, ég bara held það. Ég held að sko gjöreyðing alls sem sé raunveruleg, skilur við. Að þú veist, við séum að glata raunverulega. Erum við samt ekki að rogast með alls konar muni bara aðrar þjóðir sem eiga kannski svona starri fortíð með kastala og kistur og fjársjóði? Það eru munir sem að ná langt aftur í aldir og hérna svo sallast þeir líka niður og jafnvel það sem fallegt við Ísland og söguna, að við höfum ekki svona minjar. Mér finnst alveg ömurlegt að vera að grafa upp einhverja minjar og svona. Mér finnst að láta það bara liggja. Því að sagan okkar bara hérna í hausnum, sko. En við eigum... Við erum ekki með einhverja píramíta eða eitthvað svona drast. En við eigum náttúruminjar í stað. Við eigum að... Kunnum ekki að varfi þetta. Æ, ég meina, fóruð þið ekki að Þjóðminjasafnið þegar þið voru lítil og svona voru hérna... Ég hef mjög gaman að þetta svona samt ömurlegt? Ég spyr, hvers vegna það ömurlegt? Akkur það ekki eitthvað sem maður ámitt að vera að skoða aftur og aftur og svo alltaf að vera sko... Píramítana? Já, eða bara, þú veist, allar fornminjar í raun og veru, vegna þess að þá ertu í raun og veru að fá innsýn inn í það hvernig einhver annar lifði og annarkvort læra af því til hins betra eða til hins verra og vera að rifja upp og við rýma geymum sögunar hér, sko. Já, við deyjum, en það hlutirnir ekki. Það lifandi sögunar. Já, kannski ekki. Einhvers konar versjón af henni, sko. Kannski geta fornminjarnar svona sagt okkur. Þarna komu þeir yfir hæðina á vestónum og riðu eitthvað svoleiðis. Já, bara svona munir eins og klifberi og hérna allir þessi verkfæri sem eru farin og horfin. En ég er ekki mjög heitur í þessu en ef við vilja grafa þetta upp þá meira mínutnar. Nei, ég held að mikið af þeim upplýsingum sem að koma upp úr jörðinni sé að segja okkur að við erum alltaf að finna upp sömu hlutina. Bara á misjöfnum tímum. Það er nefnilega ég held nefnilega að þetta sé bara við séum alltaf að sjálfstortíma okkur og byrja upp á nýtt og sjálfstortíma, ég held að það sé eðli líf, við erum alltaf lífið að vera lífið og við lifum og deyjum og allt með okkur. Og það er mikill lærdómur í því í raun og veru, að vera í raun og veru alltaf að skoða jörðina og vera svo að skoða fólkið sem er á jörðinni og það er fólkið sem er sem sagt ekki eilíft. Það er nefnilega þannig. Þá komum við eiginlega að aðalefni þáttarins sem eru það að það er rík tilfinning margra í dag að við lifum það sem kallað áhugaverðir tímar. Er það ekki alltaf? Ég held að sé núna að við erum ekki nær kjarnorkustríði heldur nokkuð að verið. Það er hugmyndunum að jörðin eyðist sem að var bara ekki tilnæmi í góðsögum áður. Já, erum við nærði í kjarnorkustríði núna en þegar við dinnatlum vorum litlar? Ég held að það sé bara engi sem efast það. Nei, ok. Og náttúrulega náttúruvá öll. Náttúruváin. Upplaust samfélagana í okkar heimshluta. Einhver leit erum við að fara aftur í kunnuleg stef frá 4. áratugnum. Hvernig upplifið það að við séum að lifa, hvað heitir það, vovegilega tíma? Já, það situr svo í mér, það sem að ég tengir því sem við vorum að tala um áðan. Ég las og hefði þetta verið búin að lesa fyrir löngu Veröld sem var eftir Stefán Zweig. Heyrðu, ein mín uppáhaldsbók. Þvílík lesning. Já. Og þar kemur þegar hann lýsir uppgangi nasismans og tímanum, fram að þeim tíma öllum, þetta kalla svo gjörsamlega á við það sem gerist hér. Þá ég var nú í Bandaríkjónum þegar ég las þetta og þarna þessir
ribaldahópar sem voru sendir út til að berja á gyðingunum. Þetta svona nákvæmlega það sama og í Bandaríkjunum núna, eða var sko fyrir nokkrum árum, Proud Boys og þetta lið sem að gekk og barði fólk og tók síðan það og ætlaði síðan að kollvarpa halda Trump áfram í embætti með 7. janúar. Og öll þessi ruddaskapur, þessi já, það er náttúrulega heift sem býr til fasisma. Já. Það er bara þannig. Þetta er alltaf komandi. Er það ekki heimska frekar en heift? Já, en þessi heift er náttúrulega heimska. Af því þú þarft ekki að vera þarna. Þú þarft ekki að vera búin að taka þessar rosalega svarthvítu ákvarðanir heiminn. Það þýðir að þú ert í raun og veru ekki búin að skoða heiminn í alveg. Þetta er einhver rosaleg hræðsla við það að allt verði tekið frá þér sem að gerir það að verkum að fólk getur að hatast svona út í annað fólk. Þá verður til heift. En er þetta ekki bara merki hrunið samfélag að þetta er afleiðing fasisminn? Það er ekki verið að láta öllum líða jafn vel í heiminum. Það er alveg á hreinu. Ég held að þetta sé einmitt eins og segir merki hrunið samfélag vegna þess að eftir því sem að svona veður eru válindar í veröldinni og styrjaldir bloss upp hér og hvar út af, við erum náttúrulega að horfa á sko loftslagsflóttamenn og bara mun svona erfiðari átök heldur en við höfum gert mjög lengi og þá er þessi tilhneiging til að kjósa yfir sig þá sem að ætla að keyra partí á fullir ferð, lofa öllu fögru og við förum einhvern veginn sem samfélag eða sem heimsbyggð alltaf í öfgarnar. Ég held þetta að gerst áður, ég held að sagan endurtaki sig alltaf eins og segir. Nema einhver breyti einhverju grunnhugsun. Já. Við þurfum að fara að þanga til þess að geta byggt upp eitthvað sem að endar ekki þarna aftur. Já, en taki bara til samfélagsumræðinni hér, hún er allstar eins, hún er eins í þessum löndum sem að hún búið mikið kosningar núna út alla Evrópu, að samtölin er alltaf litlumálin og bara svona metra á sekundu og prósentur og svona samtölin er aldrei stóru myndina, risastóru myndina. Er alltaf svona litlu hlutina og við náum okkur aldrei út í til dæmis bara eins og við látum núna í öllum þessum grænþvóttavélum sem er í gangi út allt að það má aldrei tala það að hægja á vélunum, tóna niður neysluna, breyta algjörlega samfélagsmyndum. Þessi umræða er ekki neinstar í gangi meðal ríkisstjórna. Ótrúlega áhugavert. Já. Þannig að Já, það er ekki kosningavænt, það kýs enginn kýs það enginn yfir sig. Nei. Að hægja á vélunum. Að hægja á vélunum. Minka hagvextinn. En þess vegna er svo mikilvægt, þetta með rokkana og klíbrana, að ég oft er að hugsa með mín litlu barnabörn. Amma mín fædd 1888 í Afdal í Dalasýslu og mamma mín meira segja sem er bara spræk og var að koma ferðalega í gær, hún er fædd 1935 í Torfbæ inn í Dölum og ég horfa á litlu barnabörnin mín, þau hafa enga tengingu við þetta samfélag, enga tengingu við litla sjálfsþurftar búskapinn og einhvern veginn þar voru vélarnar ekki eins hraðar eins og í dag, þannig að það tap þessum þræði held ég sé líka hættulegt fyrir samfélag. Það þráði fólki ekki að þetta væri aðeins hraðar. Jú, kannski. Þetta líf þarna í Dölunum, það mætti vera aðeins meirum að vera. Ekki þetta. Það er millivegur samt Við erum ekki þar. Gleðin yfir lopasokkunum í jólagjöf og svona. Vilja aðeins meira. Geti ekki fengið aðeins meira. Ég hugsa þeir sem fóru, þeir voru að leita ævintýrum. Já. Og við erum alltaf að því og við viljum alltaf meira og meira og meira. Það einn af því þessu slæma við nútíman líka þetta sambandsleysi við náttúruna. Við erum ekki læs á umhverfið okkar, ekki læs á náttúruna yfirleitt. Ég kenndi líffræði á sín tíma í menntaskóla og var eitt af því sem ég talaði var mengun og
Í MS, ég var í tímum með honum. Varstu það? Já. Og man ekki eftir neinu. Nei, ég veit ekki. en eitt af því sem að þá talaði ég um þetta samspil sko mengunar og hagkerfis eða hagvaxtar. Að við værum að fylla heiminn af umbúðum utan af hagvextinum, eins og ég orðaði held ég. Það var klagað yfir mér. Það var sko, rektor kallaði mig inn til sín og sagði að það hefði einhverju foreldrar kvartaði yfir mér. Þú varst að tala umbúðir. Já, bara því að vera að tala mengun og Já, hræða börnin á mengun. Þú væri með kommunista árum að tala illa auðveldið. Já, án þess að ég fór nú eins varlega í það eins og ég gat, sko. En hérna... Þetta líka á þessum árum þar sem þessi umræða bara rugl umræða. Já, en þá er hann samt að koma upp, sko, Rómarhópurinn, Endimörk vaktarins og það allt saman, sko. En hérna, við erum, og þessar spár sem þar var spáð mannfjölda, altså fjölgun og þróun mengunar og svo margt sem hefur komið fram síðan sem að þessi spáun hefur staðist, sko. En að því þú varst að tala við vorum að tala að hægja á og eitthvað svona, það enginn að tala að fara einhvern veginn aftur í aldir, en það mér finnst vera mjög mikið hjá ungu fólki löngun til þess að fara að stunda einhvers konar sjálfsþurftabúskap, fara að rækta, lifa á vistvænni hátt þetta er akkurat líður í það sem ég er að segja, sko, það er þetta skilningsleysi eða fólk áttar sig ekki á því, sko, á náttúrunni í kringum okkur. Nei. Og hvað er hægt að gera og hvað við þurfum að gera til þess að bjarga því sem bjargað verður, skulum við segja. En ungt fólk, þau einmitt að sækjast í það að kynnast náttúrunni, að mynda tengslin og allt þetta, en brautargengið er ekkert hins vegar. Það er mjög erfitt að ætla sér að fara að stunda einhvers konar ekko-lífstíl á Íslandi. Það er ekkert mörg tækifæri til þess, sko. Það er ekkert svona... Nei, en ég held, sko, þetta er alveg rétt nefnilega, vegna sem mann þegar við vorum að beita okkur gegn Kárahnjúkavirkjun eða með Kringilsárranna og því svæði öllu og vildum ekki fórna þessari náttúru fyrir stóriðju, þá man ég að það var alltaf að hrópa á fólk hvað viljið þá bara fara að tína fjallagröss og fara aftur í torfbæina. Ég myndi alltaf svara já. Já, það er nefnilega, í dag erum við svolítið að tala um það svona hugmyndafræðilega, að sko, og ég var ég veit ég má ekki tala um Carbfix hérna því þá talum við það seinna, en ég ætla samt að segja, að það verkefni til dæmis fannst mér rosalega fallegt, að því að það er gert til þess að binda kolefni á staðnum við hliðin á faktoríunni sem er að framleiða þá, svona, og ég held alltaf og svona fyrst þegar maður fór að kynna sér þetta þá var alltaf að tala síðan verið hugvitið flutt út af því að í nýja heiminum sem að væri svona heimurinn sem við myndum byggja ef við værum ekki að tala um heimsendi þá væri lokalismi nýji globalismin að hver og einn leysir málin heima hjá sér. En í staðinn þá verður þetta grænaverkefni að grænþvottaverkefni sem snýst að flytja skít frá öðru löndum hinga heim til að græða fullt af peningum. Þannig að torfbæirnir og fjallagrössin væru lokalismi. Væru lokalismi, já, nákvæmlega. Fólk segir líka, sko, ef þú vilt vísa til eitthvað sem var gert í Kanada, þá segir fólk líka viltu ekki bara fara að reykja í bílnum yfir böndunum? Þetta er oft einmitt röksendafæð. Og þetta til mér sem að bleikifíllinn í stofunni sem að má ekki tala að akkur erum við 3 álver, akkur erum við 1 sem stendur inn í miðjum Hafnarfjarðarbæ og er bara barnsins tíma og megum við aldrei endurskoða í hvað orkan okkar fer, hvernig við ætlum að hafa framtíðina, er þetta bara meitla í stein. Og þá einmitt alltaf að segja hvað allir að hætta að fljúga í flugvélum, sko. En hvað mörg prósent af áli hér sem fyrir vopnaframleiðslu? Akkur ekki ákvörðun hér bara að við
framleiðum ekki ár í vopn. Það sem í þessari sögu þinni, þá gerir ráð fyrir því að við tökum sameiginlega ákvörðun félag okkar. Já. En það ekki gert. Nei, það er bara einhver allt annað fólk en þú sem á álverið í Straumsvík. Og það gerir bara það sem að vill. En við erum alltaf með ríkisstjórn og alþingi og regluverk. Þau segja að við getum ekki gripið inn í markaðinn. Nei. Við verðum að láta þá krafta atvinnulífsins blómstra eins og eftir sínu höfði. Þannig mun koma gott samfélag til okkar. En það þessi stofnun orðin svona varðstofnun hagsmuni. Ef ég má tala eins og Margaret Thatcher, þetta viðitt ekki til. Nei, það ekki til. Heyrðu, en bara því þú... En sósíalistar tala samt það. Þegar við gerum byltingu. Margaret Thatcher var ekki sósíalist. Nei. Nei, þetta er svo breska krúnan. We, the people. En að því þú nefndir vopn, var ég að hugsa bara allir daginn býtu að því að við verðum dálítil umræðu vopnakaup Íslendinga núna, nýtilkomin raunverulega, hvað Ísland varðar í þessu NATO-samstarfi og það búið að gera fjármálaáætlun til 4 ára. Hvernig þetta að gera fjármálaáætlun stríð? Mér finnst þetta allt í einu eitthvað svo öfugsnúið. Hvernig þetta að segja, já við ætlum allavega að halda þessu stríði gangandi í 4 ár og Íslendingar ætla á hverju ári. Mér finnst þetta bara, þú veist, af hverju hvernig hægt að hugsa svona styrjaldir? Og það bara búið að ákveða að reka þetta stríð að minnst okkur í 4 ár enn. Mér finnst þetta allt í einu algjörlega óskiljanlegt og hafði náttúrulega engan að sjálfa mig til að rífast yfir þessu. Reyndar syngjum það í óperu, varð einskisvísari, en þetta til dæmis eitthvað svona bara sem að vegu gegn þyngdar eða skynsemis-lögmálinu þegar maður fyrir að hugsa út í það. Af hverju? Ok, maður getur skilið, við ætlum að láta það fá næsta ári. Ok, vondhugmynd, já, en það ákveðið. Við erum búin að ákveða að gera þetta í 4 ár. Býtu, hver búin að ákveða að reka þetta stríð þá í 4 ár í viðbót? Við erum að normalísera stríðið. Normalísera stríðið. Já, viðskiptaáætlun þessar stríðis svona til 4 ára. Við ætlum að halda, skilurðu, það fyrir miklu minna fyrir því að fólk sé að segja að næstu 4 árum ætlum við að ljúka þessu stríði eða á næsta ári þá erum við áætlunum að koma á þarna friði, skilurðu. Það þú veist, bara verið að taka stríðsrekstur inn í reikninga. Það bara hagkerfi í gegnum stríði sem að raunverulega að hafa áhrif á allan heiminn. Og af því að hagfræðin gengur náttúrulega út á það er verið að spá fyrir í raun og veru hvernig hlutirnir verða ekki bara á næsta ári, heldur eitthvað lengri, það eru lengri tíma spár, að þá bara gerir fólk ráð fyrir þessu í staðinn fyrir að gera ráð fyrir því að þau geti komið á hvenær sem og reikna það bara út. Það í raun og veru það sem ætti að vera, en ef það væri framsýn hagfræðingur og með efnahagsspár, að þá ættur í raun og veru að búa til líkan og kynna það leið og kynir hitt. Já, en ég meina ef að Evrópuþjóðirnar eru tilbúinir að blæða sínum skattpeningum í þetta stríð, þá náttúrulega þeir sem græða á styrjöldunum segja bara, já, við erum ekkert að fara að hætta þessu, við fáum pening allavega í 4 ári viðbót, við erum ekkert að fara að leggja upp laupana, nú það bara mjög góðu business í því að halda þessu áfram í 4 ár, við stoppum alla friðarvélunum og náum í þessa peninga, skilurðu? Þetta algjörlega öfugsnúið. Já, það það. En Eisenhower í frægri kveðjuræðu sinni til bandarísku þjóðarinnar varaði við þessu. Það væri eitur að þegar kapitalisminn og hergarnaframleiðslan næði tökum á stjórnvöldum. Þá náttúrulega veirðu við bara alltaf í stríði. Þannig að fólk hefur ekki efni á að hætta stríði. Það ekki hægt að græða eins mikið á neinu eins og stríði. Þetta alveg fáránlegt. Þannig að það fáránlegt að þeir sem að græða á stríðinu stjórnvöldum. Ég var einsinni... Þetta létt tala heimsendi. Já, þetta létt. Ég var einmitt einsinni í Keflavík að tala við krakka í skóla. 15 ára held ég hafi verið. Og ég var að ræða við þá styrjaldir. Ég var með bók sem að fjallar flótta krakka frá Sýrlandi. Og við vorum að ræða stríð. Og ég spurði svona... spurningar út í stofuna og þetta náttúrulega svona, það enginn, þegar fólk 15 ára þá það ekkert að blasta neitt sko, það allir sitja bara með krosslaðar hendur og horfa á mig eins og það ætla ekki að segja orð við mig, en svo sagði ég sem sagt, hvað það sem keyrir styrjaldir áfram? Og þá spratt á fætur einn drengur og sagði, getur hans lána mig kritina? Og hann teiknaði á töfluna heiminn. Það setur heimurinn og hverjum mánudagsmorgni þá hittist eitthvað lið
hjá, og svo taldi hann upp General Motors og nokkur einhver svona risafyrirtæki og það er kannski gul og græn ljós á töflu hjá þeim og þeir ákveða hvar á að kynda undir, hvar þarf að kæla, hvar á að kynda, hvar þarf að kæla. Það er bara verið að framleiða vopn og svona virkar þetta. Og, og hann er bara 15 þessi pjakkur og hann er bara rétt fyrir sér, svona er þetta. Þetta er business. Heimurinn er ekki eins og fyrirtæki. Já. Þannig að þetta endar ekki vel. Jú, þetta endar vel. Já, þetta stefnum við öll prívat og persónulega á okkar eigin heimsendi. Það er bara þannig í veröldinni. Já, okkar tilvera er svo sem einhvern veginn algjörlega insignificant, sko. Við erum bara einhvert augnablik hérna, ekki satt. Já, en kannski það sem við erum alltaf að gera að reyna að hugsa út, hvernig getum við lagt okkar mörkum til að skilja þennan heim eftir einhvern veginn fyrir afkomendur okkar, með listinni og fegurðinni, með einhverju baráttu, með sannleikanum, með meðvitund. Það er ofboðslega mikilvægt í þessu öllu saman að fólk gerir sér grein fyrir því að þú getur ekki breytt heildinni, að þá ert þú partur af heildinni. Það er nú mjög heimspekilegt. Þú veist, ég get alls ekki verið að taka ákvarðanir fyrir neitt nema sjálf á mig og ef að ég reyni að gera mína útgáfu, útgáfuna sem að ég er sem manneskja hérna, ef að sú manneskja er betri heldur en hún var í gær eða fyrir 10 árum með meðvitund, að setja meðvitund í allar þessar litlu ákvarðanir sem að ég tek, að þá hef ég í raun og veru margföldunaráhrif, rétt eins og þeir sem eru ekkert að pæla í neinu og eru bara, þú veist, eiga í alvörunni 5 bíla og finnst það bara fínt og fara, þú veist, 2 í mánuði til útlanda og þetta er í raun og veru þessir hlutir sem að sko geta talið ef að það margfaldast í milljónir. Og það er þetta, þá erum við bara komin í einhverja meðvitund og þá er ég heimurinn þó að ég sé ekki heildin. Þannig er það. En þetta með þessa tíma sem við lifum, ég er svolítið að velta þessu fyrir mér. Upplifið þið að við séum á voveilum tíma? Algjörlega, 100%. Mjög mikið. En þá er það tími þar sem að skiptir máli hvað við gerum, eða ekki? Það myndi ég telja. Eins og alltaf auðvitað, en ég menna það er eins og að séu meiri blikkandi rauð ljós akkurat núna heldur en bara fyrir 5 árum. Það er allstað kallað eftir, sko, þetta er í hugsambandi við þessar kosningar allar. Það er allstað kosið gegn sitjandi stjórn. Já. Og mér finnst það að vera tilvílun hvort það er hægri eða vinstri. Og En ekki oft keimlíka stjórnir sem eru raunverulega að reka sömu stefnuna? Jú, ég held það nú líka. Er ekki bara fólk að hafna þessari stefnu? Það er svona svolítið verið að... Góðbútur. En samt sem áður, sko. Það er til dæmis alltaf sláandi með kosningarnir í Bretlandi. Það sem þessi ónýta stjórn sem búin að vera alveg frá því að minnstakosti frá því að þeir ákváðu Brexit. Sem hefur ekki dugað neitt, sko. Að þá náttúrulega kýs fólk gegn henni, en svo þetta mér í hug til dæmis eins og fyrri kosningar þar í Fraklandi, þar sem Marine Le Pen var komið með þessi rosalega fylgi. Í Bandaríkjunum, Trump verður næsti forseti Bandaríkjana. Það er nokkuð klart. Og Nema þau skipti út frambjóðanda. Það er verið að tala um það. Já. Ég er að vona það útrúlega mikið. Mér langar það óbúðslega mikið. Já. Ég og Steina, við trúðum þessu að því að þetta kom með sannleikaröddinni, að Trump verður næstu forseti. Það er sannleikaröddin. Já, meina það. Trump verður næstu forseti. Ég trúi ekki. Nei, en ok, sko, hvernig ætla þeir að fá í staðinn, sko, fyrir, ég sá þessar... Kamila, er hún ekki? Sástu þessar kappræður? Ég bara... Hann byrjaði, sko, Biden byrjaði og bara á fyrstu mínútu sagði ég, þetta er bara búið. Ég veit það. Þetta var, hinn er, sko, eins og Prins Valiant við hliðina á honum, sko. Dead Man Walking og Prins Valiant. En það er samt alveg hægt að skipta út ennþá.
það má. Já, en ég veit ekki hvernig það verður gert, sko, því að... Mér fyndist þessar kappræður aðalega vera svo hræðilegu vitnisburður. Ég hugsaði bara á Biden hvorki konu, vini eða nokkurn að sem kemur í veg fyrir það að setja mannin svona á svið. Hann á konu. Já, nei, en þetta er svo ómennsk meðferð á manni sem að augljóslega er að verða dement. Hann er fórnalamb sínar eigin, sko, hvað kallar maður þetta, hérna... Metorðagirni? Já, metorðagirni. Eða metorðagirni þeirra sem að vilja hafa hann í brúnni. Ég heyrði það í gær, ég heyrði það nefnilega í gær, það var sagt, ég meina, en heitir hún ekki Jane, konunars, hvað með hana, þá sagði ykkur, ég meina, hún elskar þetta, að vera first lady, hún mun aldrei sleppa þessu. Þannig að það er ekki alltaf þannig að þeir sem eru í kringum, hann er ekki alltaf að vakta það að sé allt í lagi, þeir sem eru í kringum, hann er að fá eitthvað. Það er það sem hann gerist. Hins vegar segja mér sérfróðir að staðan sé þannig í dag að ef að þeir kippi Kamílu inn og fái með henni mjög sterkan varaforseta, þá eigi það teimi séns. Það er að ég er að vona. Það er meiri möguleiki heldur en svona, sko. Já. Ég meina það hlýtur að vera einhver krafa það að maður sem er með þessa sögu sem að Trump hefur komist ekki að sem næsti forseti. Ég trú ekki öðru en að Bandaríkin ég hef í alvörunni svona mikla trú á mannkyninu. Það er búin að gera áður, sko. Haldið þið að verði Trump forseti að hann muni draga úr stríðsrekstri í Úkraínu? Alveg örugglega ekki, akkur ætti hann að gera það. Það er margir sem vilja trúa því. En hann er samt peninga, hann reiknar bara allt út. Hann er bara í peningum. Margir segja að hann hafi verið sko minnst herskár allra bandarískra forsetana. Fyrsti forsetinn síðan Guðmundur Gunnarsson hann var líka vinur Pútín, það má ekki glemma því. Hefur náttúrulega verið það, en á sama tíma er hann mjög mikill síonisti og styður allar þessar stríðsvélar. Já, ég er ekki að mæla manninum bót. Hann mun stríða í Ísrael, en spurningi var hvort hann muni stoppa stríði í Úkraínu. Hann er samt vinur Pútín. Já, heldur þessi að fara saman í bíó og svona. Ég veit það ekki. Ég held að enginn sé vinur Pútín. Mér er svona gott að ég sá eitthvað brot við viðtölu Pútín daginn sem blaðamaður eitthvað spyrir og Pútín sagði bara fyrirgefðu, ég er ekki kærasta þín, ég er ekki vinur þinn, ég er forseti Rússlands. Hvað ætlar að spyrja mig? Blaðamaður var eitthvað svona að gera svo dælt við hann og mér finnst þetta svo gott svar hjá forseta Rússlands Pútín og segja bara hvað er þetta hérna? Verður ekki að reyna að komast inn á mitt persónulega svið. Ég er ekki kærasta þín og finnst að Pútín segja þetta. Þetta er náttúrulega, já, Pútín, ég ætla ekki að byrja. Og með fullri virðingu fyrir öllum þá held ég að Pútín sé ekkit versta illmenni veraldarsöguna sko á okkar tímum. Ég held að þetta sé bara dálítið snar brjála lið í forsvari víða veröldina. Ég held það sé kannski líka það sem gerir að við lifum svona válega tíma. Að það safnast upp bara hálfgerður skríll í forsvari fyrir hinnar þessar þjóðir sko. Einhver hnignun í gangi sko. Já, það er hann sett í því sko. Var ekki Rússland og Norður-Kórea að gera eitthvað svaka samning? Jú, vopnasamning. Það er náttúrulega ekki, það er eitthvað sem við þurfum í alvörun að skoða. Það er kannski... Við getum ekki að skoða það. Þau eru bara að tæma vopnabirgðirnar í Norður-Kórea og flytja til Rússlands og hvað það gerir því? Ég persónulega held ég geti ekkert gert, en mér finnst alveg að við eigum að ræða það. Frjálsviðskipti milli þjóða? Nei, ég segi svo. Það með við. Herðu, en Kristín, að því þú horfðir á þetta. Já. Svo strax daginn eftir var verið að reyna að láta þetta líta út eins og það hafi verið eðlilegt. Og hann var eitthvað, hafði farið til Evrópu þarna eitthvað 15 dögum, var svolítið slappur eftir þetta. Og hann, veistu að þetta bara tilvílun að náðist hann að mynda honum þarna því að vanalega er hann sko hressastur allra á öllum fundum. Hvernig hljómaði þetta svona það sem var verið að reyna að segja það sem þú sást í gær, raunverulega sástu það ekki? Sko, þetta hljómar fyrir mér eins og einhvers konar fyrirslag verið að breyða yfir hluti sem að... Allir sáu. Já, allir sáu. Ég meina, það var svo ofboðslegur munur á þeim tveimur. Þó að Trump lígi út í eitt, sko, og hamraði á legunum. Hann hafði ekki, sko, Biden hafði einhvern veginn ekki fókus til þess að bregðast við því öllu saman, sko. Hlutum sem hefði verið til auðvelt að svara. Og þetta var... Hann kemur þarna inn, sko, dauðuppgefinn.
raddlaus og stressaður og af því að hann stamar og þreyttur og af því að hann er stamari þá fer stressið þannig en hann gat, það voru aftur og aftur sem hann gat ekki klárað setningar og stundum hafði maður á tilfinningunni að hann myndi ekki þegar hann komin að enda setningarnar á hverju hann hefði byrjað. Það vantaði að maður misti þráðinn aftur og að segja hann hafi verið þreyttur af því hann hafi verið í svo miklum ferðalögum. 15 maður. 15? Ég meina, hvað þetta ekki bara í starfslýsingu forsetans að ferðast allan heim? Með sína eigin vél. Já. Það sem að getur sofið alla leiðina. En hvaða áhrif hefur þetta svona í stóru myndinu út í heiminn að þessi 2 gamalmenni í þessu debatti sem við sáum? Hver svona skilaboð til heimsins? Fær fólk áhuga á pólitík ef að þetta eru andlit stjórnmálana? Eða þetta svona bara til þess að allir heyrðu, ég get ekki fylgst með þessu? Þetta hluti af því að hafa þessa 2 menn þarna í brúnni til þess að bara einhvern veginn fjarlægja okkur frá því að vilja kynna okkur það sem er að gerast í stjórnmálunum. Þetta svaka samsæriskenning. Já, ég bara velta þessu fyrir mér. Hvernig á fólk að bara trú á lífið þegar þetta eru, ég minn í öllum Bandaríkjunum, þessi 2 gömlu menn með fullri virðingu. Allt þetta góða fólk, af því þetta þó að ég þekki nú eina konu sem kallaði þetta alltaf bandvitleysisríkin. Það var alveg ótrúlega, ég bjó nú í Bandaríkjunum og lærði þar, en það er ótrúlega, já, og Bandaríkin eru bæði brota í versta og brota í allra besta í veröldinni. Og að þetta skuli vera niðurstaðan. Já, og að þetta skuli vera niðurstaðan og ég hef verið að velta fyrir mér og mjög margir ég lesi að það eru aldurstakmörk, þú ert að vera orðin 35 ára til þess að vera bara kjörgengur í þetta embætti og mér finnst í raun og veru að ég vera að þaka á svona embættum líka vegna þess að þú þarf bara að hafa andlegt og líkamlegt þrek og það er bara líffræðilega sannað og okkur hnegnar svona með árunum þannig að mér finnst bara allt í lagi að sé í báða enda fyrir svona djobb að því að þessar skylmingar með göngugrindum þarna er bara átakanlega. En það er svolítið svona eins og stjórnmálin sé bara búin að ganga sér til húðar og þetta sé bara myndin. Þetta eru leifarnar af því að stjórnmálin eru einhvern veginn bara gengin algjörlega stórfyrirtækjum heimsins og hönd og eru bara stjórna ekki neinu lengur Ég sá kappræður þeirra sem að sóttust eftir útnefningu demokrata fyrir síðustu kosningar, altså Biden, þegar Biden var valinn. Þetta var einhver 10 manns eða svo. Það var hver snillingurinn á fætur öðrum. Kamala Harris var þarna ein af þeim, mjög, mjög flott. Og eitt af því sem að situr nú mest í mér eða sem ég man best eftir að þeim lendi svona heftalega saman henni og Biden. Hún alveg hraunaði yfir hann, sakaði hann um rasisma og Og hvers vegna átti hún ekki upp á pallborðið? Hvað var það sem að gerði það verkum að það var Biden sem að endaði hana? Er þetta bara peningar? Ég veit það ekki, Þeir áttu mestu peningana Já, það er náttúrulega þannig, Já, það er náttúrulega peningarnir stjórna mestu þarna. Þetta er kosningaherferð og ekkert annað sem að skilar einhverjum ákveðnum einstaklingum. En það verður interessant að sjá þetta flokksþing þeirra í næsta mánuði. Já, hvað gerist þar? Já, hvort það verður. Ég er ennþá að hugsa þetta sem þú sagðir, Steinunn, varðandi það að það sé í raun og veru bara verið að stilla upp þarna einstaklingum til þess að bandaríska þjóðin hún svona verði afhuga því að eiga vera að pæla í stjórnmálum. Já, ekki bara bandaríkjamenn heldur bara heimsbyggðin öll, bara heyrðu pólitík er bara eitthvað vitleysa. Það má nú kannski segja það heimsbyggðin öll er kannski með ekki bara þessa 2 menn þarna heldur, þú veist, þetta eru þetta miklu meiri fjarlægð sem við horfum þetta frá. En bara bandaríska þjóðin, það er svo auðvelt að stýra fólki þegar að það er búið að segja fólki að það eigi ekkert að vera að pæla í stjórnmálum. Af því að þá er í raun og veru svo ofboðslega auðvelt að setja í raun og veru alls konar öfl inn á bakvið tjöldin sem að ráða bara heilli þjóð sem eru milljónir. Algjörlega. Og það er í raun og veru ofboðslega áhugavert og þetta er kannski bara
ein af ástæðunum fyrir því að þarna eru tveir vitleysingar í gangi, sko. Einmitt. Og líka þetta einhvern veginn afmennskandi, þetta að horfa upp á veikan mann upp á sviði og einhvern veginn það sé gerst hversdagslegt að hann sé þarna og það sé gerst hversdagslegt að konun hans finnist það í lagi að stilla honum svona upp og og þetta svona skortur á náungakærleika og virðingu fyrir bara manneskjunni. Hann sjálfur segir sko, ég var yngsti þingmaður ég held öldungadeildarinnar þegar ég var kosin og ég ætla að verða elsti forsetinn. Þetta sagði hann. Þetta skelfileg niðurstaða. Já. En ég held líka með Kamilu sko, Amerikanar, það svo magnað, þeir gátu kosið þennan, þeir gátu kosið svartan forseta, þeir gátu kosið Obama, þennan frábæra forseta og en ég held að þeir sko geta ekki kosið konu. Ég held að þeir hafi allavega síðast ekki verið í þeirri stöðu. Þetta samfélag, til dæmis sko, í Bandaríkjunum hafa spilt í stjórnmálamenn alveg komist gríðarlega langt og samber bara Trump sjálfur. En aftakan eins og Hillary Clinton sko var tekin af lífi, ég held að hún hafi lent í sko harkalegri þvottavél heldur en hún hefur verið karlmaður. Og það er alltaf mín kenning og svo líka, einmitt eins og þú varst að tala um að sko amerískt samfélag keyrir alveg ofboðslega á þjóðerniskennd og ég fann það þarna þegar ég var þarna úti að það var ofboðslega auðvelt að ná þessari 380 milljóna manna þjóðarsál saman með bara þessu God Bless America. Já, og bara einum íþróttaviðburði. Já. Það er bara Super Bowl, þá eru allir samstíga. Já, en svo þegar það er eitthvað sem skiptir máli, að þá er passað upp á það að hafa ekki nógu góðan sko leiðtoga, vegna þess að þá mundi kannski, sem sagt, þjóðin í alvörinni fara að reyna að breyta grunnstoðum til hins betra. Það viljum við ekki í þessu. En ekki vandi sá að það er ekki hægt að sameina þessa þjóðum neitt nema kannski fánan og eitthvað söng og kannski eitt íþróttaviðburð. Þetta fólk sameinast ekkert uppbyggingu velferðarkerfisins eða sameinast ekkert að eini tilgangurum með formlegu samfélagi á millum okkar er að rétta hlutina veiku. Þetta verður ekkert, það er ekki samstöð um þetta. Hinnir veiku, þeir sameinast bara fánan og þjóðsönginn og kjósa Trump. Einmitt, já. Svo hjálpar internetið þessu lakari kjósendur. Nei, kannski þeir sem að þyrftu á því að halda að vera að berjast fyrir sko... Kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Já, algjörlega. Já. Það er bara þannig. Jöfnuði. Jöfnuði, menntun og öryggi og heilsu. Heldur reyndar að í Íslandi sá kjósendahópur búin að yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn? Það er gott. Mikið konið miðflokkinn? Miðflokkinn eða flokk fólksins eða dreifst bara hingað og þangað því að ég held að blasi við öllum að Sjálfstæðisflokkurinn er bara að þjóna hinnum allra best settu og hinnir lagarsettu eru búin að átta sig á því þótt að sé alltaf náttúrulega einhverjir sem að kjósa hinna svona sem að kjósa kónginn einhvern veginn af því hann er með bassarödd líka vegna þess að hann Já, það var í pólitík. Já, þú getur að stjórna okkur öllum bara með rattíðninni. Fólk vil vera í réttu liði, sko. Já, þetta er nefnilega það fólk sem keyrir um á Tesla því að vill einhvern veginn tengjast Elon Musk af því hann er svo klár. Fólk vil vera í réttu liði og kýst það sem er Trump. Það er kannski bara akkurat pælingin. Fólk heldur í raun og veru að með því að hafa hann þarna að þá fái það einhvers konar aðgang að peningum sem að þessi maður er með og geti þar að leiðandi farið einhvern veginn létt í gegnum hlutana. Þetta er ógeðslega skrítið. Hvernig hægt er að dáleiða fólk alltaf? Er þetta ekki líka einhvers konar skortur á ábyrgð? Sko, ég nenni bara ekki að vera að hugsa um þetta, byrju hverjir hafa hæst, já, þeir hafa örugglega rétt við þessu, ég styð það bara. Þetta er svona... Svo eru lesnar einhverjar vefsíður, sko, sem að geta sagt hvað sem er, sko, og því ég trúa eins og nýjunetti. Já, og svona, þú veist, það þarf smá vinnu til að leggja á sig að skilja hlutin og reyna að afla sér upplýsinga og hugsa sjálfur. Og alltaf meiri vinnu. Og alltaf, og meginstraumsmiðlar heimsins sem eru nú bara hvað í eigu 5 fyrirtækja í dag, það eru meira og minna allar upplýsingar sem við fáum og það þarf að hafa fyrir því að leita upp í til dæmis fjölmiðla sem segja aðra sögu og vega síðan á meta og reyna að mynda sér skoðanir
og flest okkar eru nú bara þannig að við þurfum að vera að vinna eiginlega allan sólarhringinn til þess að eiga í okkur á, þannig að þetta er svolítið snúið. Það er svona auðvelt bara að fylgja einhverjum að því þetta er örugglega bara svona. En svo koma kjósendur náttúrulega líka standa frammi fyrir svona frekar veiku vali eins og í Bandaríkjunum og líka í Bretlandi og Frakklandi og fleira. Og ég held að fólki sem að kjósa Le Pen í Frakklandi eða Farage í Bretlandi eða Alternative for Deutschland í Þýskalandi og þetta allt saman. Að þau hugsa sér svo að ég meina þetta nú ekki gengið vel hjá Hillary og félögum ekki hefur það bætt samfélagið mitt eða mína stöðu eða mín réttindi að vera að tæta mér öll réttindi og ég hef það bara eiginlega ver heldur en foreldrar mínir höfðu og framtíðin sem við ætlum að stefna er löngu farin. Þannig að allt sé ekki bara best að leyfa þessum að pröfa. Ég held að þetta sé algengasta ástæða. Og eitt svona dásamlegt slagorð eins og Make America Great Again. Það er bara, já, hann ætlar að gera okkur stórkostlega aftur, hann ætlar að gera mig stórkostlegan og mína tilvist. Hann ætlar að sjá mig, ég þarf ekki að gera neitt sjálf. En samt sko. Þetta er stýring og fasismi. Þetta er náttúrulega hundablístur. Þetta er að vera að vísa til þessa tíma áður en að sko, svartir óðu hér uppi og konur óðu hér uppi. Við förum aftur bara til 1950 þar sem ég var bossinn á bílnum mínum og þetta er það. En svo þetta er hins vegar vísun á tíma þar sem að við bjöggum öll í sama samfélagi. Sem að við búum ekki lengur í því að þetta er svona splundrað samfélagi og það er bara spurning hvort að það muni nást einhvern tíman aftur því að hugmyndin það hvernig framtíðin okkur á að vera í fyrsta leið þá erum við ekkert að ræða það við erum bara að ræða hvernig ætlum að verja okkur gegn ógnum hér og þar og svo bara ekkert víst að við komumst að sko sameiginlegum grunni að við ætlum að stefna í sömu framtíð eins og var kannski hægt á eftirstríðsárunum. Það var svona hugmynd það að við værum að fara sirka þangað eitthvað. Ef við værum við að bæta kjör þeirra sem eru lakarsettir og auðvitað gengur það ekki annað en að konur fái réttindi til jafns við kalla og svartir og við getum ekki komið svona fram við fatlaða lengur og samkynnið og svona, þetta var svona sirka við vorum að fara eitthvað þangað. En núna er bara lengi eitt samkomulag í samfélaginu hvert við erum að fara. Við erum ekki saman liði. Við erum ekki saman liði. Við erum ekki samstíga. Mér finnst þetta alveg verið bara mannkynið gagnvart stjórnmálafólki allar jarðir. Mér finnst þetta orðið þannig. Svona stóru myndi. Bara stjórnmálin vinna fyrir stórkapitalið, stjórnmálin vinna ekki fyrir manneskjörnum í jörðinni og allstað finnst mér manneskjörnum að vera einhvern veginn bara, það er enginn að sjá okkur. Eftir fyrir kosningarnir í Frakklandi, að því ég var nú að fljúga til Evrópu og ég sátu franskt ung par við hliðina á mér og ég var svona, jæja, hvernig líst ykkur á? Það var fyrir kosningin búin og þá gerðu þau bæði svona, þau litu í kringu sem hvort það væri einhver að hlusta og ég hugsaði bara, vá, og ég fekk svona kuldarhroll og þau sagði bara, sko, þetta er bara alveg hræðilegt, skilurðu, og bara, maður skilur þetta ekki, þessi strákur hefur aldrei sagt neitt að viti og svo bara héldu áfram að athugast einhver heyrði í þeim, sko. Og þetta virðist bara vera þannig að fólk orðið svo þreytt á stjórnum að við vill bara eitthvað annað, jafnvel þótt að viti að það sé fasismi. Skilur bara, það getur bara fengið eitthvað annað af því að heyrnarleysi stjórnvalda gagnvart líðan eða við segja tilveru almennings, það eru komið svo mikið rof þarna á milli að fólk bara eitthvað annað og þá er það bara til að kjósa fasista yfir sig, sko, þetta er svakalegt, sko. Já, þetta er bara saga, þetta minnir bara á fyrirstríðsárin í Þýskalandi. Já. Þar misti fólk trú á lýðræðiskerfið. Já. Vegna þess að lýðræðiskerfið hafði brugðist. Og Hitler fékk alltaf meira og meiri, meira og meira fylgi þangað til hann tók bara yfir. Af því fólk vildi eitthvað annað. Já, sterkan leiðtoga. Sterkan leiðtoga. Sagan endurtekur sig. Hún gerir það nefnilega. Þess vegna fannst mér það þegar ég var að lesa þarna Veröld sem var. Það bara þyrmdi yfir mig þegar ég sá sko líkindin. Já, allt sko sem hann talaði sko. Já. En það er líka þessi vegabréfalausi heimur. Það sem fólk ferðast bara land á milli og bara dásamlegt sko. Já, á tímabili. Á tímabili, já, einmitt. Svo endaði hann í, hugsaðu ykkur, þetta kemur nú þessum ári ekki við en samt kannski. Hann skrifar þessa bók, æviminningar sínar, hann flýr land og landi, sest síðan að í Brasilíu, líkur við handritið að bókinni, sendir það til útgefandans og fremur síðan sjálfsmorð daginn eftir.
Hræddur, það bara maður fer já, þetta var fyrir stríðslok, sko, þá var hann bara vonlaus. Já. Það fer hrollur maður þegar maður hugsa þetta bara. Þetta er mikilvæg lesning í dag og Góðslega mikilvæg. alla daga. Já. Bókana. Já. En þú vorst að nefna þetta með aldurstakmörk í sambandi við forsetaframboð. Það eru heldur engin ákvæði það að maðurinn skuli vera með óflekka mannorð. Nei. Í Bandaríkjunum. Já. Og Hæstiréttur var eiginlega að fjalla það daginn að hann þarf ekki að fara eftir lögum heldur. Nei. Nei. Þannig við erum Ekki nema hluta til. Við erum eiginlega komið með konung Já. í Bandaríkjunum. Já, en ég meina, það var það sem hann ætlaði sér. það er nú ýmsir sem telja og sjá þess merkja að íslenski stjórnmálamenn þurfa heldur ekki að fara eftir lögum og þannig að þetta er svona... Getur það verið? Nei, ég er að segja að almenningur á að fara eftir lögum en stjórnmálastéttir veraldarinnar að fara mjög frjálslega með lögin eins og þau standi utan við þau og geti svona farið og svig við þau og það er náttúrulega líka það sem býr til þess að gjá á milli bara fólks og stjórnvaldana. Þú veist, hvernig eigum við að lifa í heimi sem að það sem að reglurnar gilda bara fyrir okkur en ekki stjórnmálastéttirnar. Þannig hefur hann eiginlega alltaf verið svona með elítuna. Lög eru sett til þess að hafa kontról á almenningi, ekki okkur. Hvað getum við gert í staðinn fyrir stjórnmálin? Ég er alltaf að hugsa það. Er einhver leið til þess að ná völdum fyrir fólkið í heiminum í gegnum eitthvað annað en stjórnmál? Hvað getum við gert? Ef við þurftum að leysa þetta núna. Bara við ætlum að hætta að nota stjórnmál til þess að breyta heiminum. Hvað er stjórnmál í þínum huga? Er það demókrataflokkurinn og republikar í Bandaríkjunum? Nei, ég er að tala Heiða, vertu með mér í þessu. Ég skil hvað þetta fara, sko. Já. Það er einhver tannhjól hérna komin að stað. Mér datt í hug, ef allir við 4 byrjum bara alltaf að mæta í vinnuna niður í Alþingi. Akkur ekki 5? Ég meina hann þarf að vera hérna með þætti. Já, ég skil, já. Að við bara, íslenska þjóðin, kannski 100 manna hópur, við byrjum bara að mæta niður í Alþingi. Eins og við séum bara fulltrúar fólksins í landinu, setjumst bara á þingpallana. Já, einmitt. Ég er ekki að tala um það, ég er að tala um það bara við bara förum hérna og fylgjumst með því sem er að gerast á þinginu, köllum inn í þegar við erum ósátt við eitthvað svona, þú veist, þetta er bara hugmynd af einhvers konar bara þetta er okkar þing, okkur finnst ýmislegt misjafnt eiga sér staðar. Við verðum svona eftirlitsstofnun. Ekki eftirlitsstofnun, heldur bara fulltrúar fólksins. Já, tökum bara yfir þannig, ég veit það ekki, mér finnst þetta skemmtileg tilhugsun. Já, þetta er náttúrulega anarki. Sko, persónulega myndi ég segja að blanda af sósíalisma og einhvers konar anarkisma sem er skipulagður án sérstakra yfirvalda væri ótrúlega gott módel til þess að byggja á þar sem að við ætluðum í alvörunni að fá fram bætur. Það er alveg til eitthvað sem heitir social anarkismi og þar er í raun og veru bara ef einhver hefur búið einhver staðar í einhverju hústöku, ég náttúrulega bjó ekki alveg þar en ég var í svolítinn tíma í Berlín og þar var bara haldinn fundur á föstudags eftirmiðdögum í eldhúsinu þar sem var bara farið yfir allt og það var enginn sem réð, heldur voru ótrúlega margir sem að skiptu með sér verkum bara hver gat gert ótrúlega vel og það eru þetta einhvers konar þing í því nema það að þá er hver og einn ekki að representa alveg risastóran hóp, það er ekki kosningar sem slíkar, heldur hafa allir aðgang að því að búa til eitthvað svæði þannig að öllum líði vel og auðvitað þeim mun stærra sem þetta svæði er, þeim mun erfiðara er það en þá erum við líka stödd í því að við þurfum að hlusta á allskyns skoðanir og þannig að það væri kannski eitt sem mér dettur í hug bara út frá þessari pælinguðinni að við 4 myndum mæta, það er ekkert endilega best það ætti kannski að vera bara einu sinni í mánuði á þingi, á alþingi að þá ætti bara að bjóða ákveðinni starfstétt og það væri bara á dagskrá að bara akkurat þennan föstudag í mánuði að þá bara koma allir iðnaðarmenn sem vilja og þá eru þeir bara sérstaklega og þá eru þeir, fá þeir samtal og síðan bara næst þá eru það, þú veist leikskólabörn og síðan eru það kannski, þú veist, kennarar af því þú ert í raun og veru þá að fá heila starfstétt sem að þarf að setja sig inn í hlutina og allir sem hafa áhuga á því læra miklu meira pluss það er ákveðin pressa ég heldur verðum að gera spóðflönu vegna þess að það verið þurfa lítið ákveðin pressa sem er sett á
stjórnmálamenn að standa sig gagnvart alvöru fólki. Hvað segir þetta? Já, ég veit það ekki. Mér finnst þetta hljóma svolítið eins og valdið sig á stjórnmálamönnum og almenningu þurfa að fara þar af einhverja beiningaleið til þeirra að reyna að skilja það. Þá ertu bara ekki að setja fólki sem eru gestir í virðingu. Já, við höfum valdið. Þá ertu ekki að setja virðinguna sem að ég er að reyna að meina. Við höfum komið þannig fyrir að valdið liggur hjá hinum ríku sem að fara með ríkisvaldið og við þurfum bara að taka ríkisvaldið af þeim aftur. Já, en ég er að reyna að setja inn sko að það væri einhvers konar reglur á Alþingi að þú yrðir í raun og veru sem stjórnmálamaður og alþingismaður, þá yrðir þú að þjóna gestunum sem að koma á. Þeir búa til eitthvað, þeir kallar þetta samráðsgátt. Henda einhverju svona inn og taka aldrei tillit til neins. Sko. Hafið þið mætt á þingnefnda fundi? Já. Það skiptir engum alveg hvað það sagt, sko. Nei, það er leikir. Ég held þessi ómikil hugsun á mannska. Ég trúi í alveg alltaf á að hlutinni gætu virka. Ég vona það líka. Þú taka völdin af þeim. Þú getur ekki breytt heiminum með auðvaldið við völd. Hvernig ætlar að gera það? Með því að setja einhverjar ákveðnar reglur um það að þú verðir að hlusta á og verðir að bregðast við. Sko, það var til smá von í okkar heimshluta örskama stund þegar auðvaldið lögmæti þess fjall í 2 styrjöldum og það var til þess að það var til svona hugmyndum það að ríkisvaldið var framkvæmdavald almannahagsmuna, almennings. Þetta var bara, og þá náðist í gegn, það varu stórkostlegar byggt upp heilbrigðiskerfi og menntakerfi og húsnæðiskerfi víðar, færðinn réttindi til almennings sem hafði ekki haft áður. Fólk gat farið í sumarleyfi og fólk gat farið átt veikindarétt, jafnvel fengi borgaðar atvinnuleysisbætur eða misti vinnuna, öryrkjar fengu, bærilega lífafkomu. Þetta var örskaman tíma, en síðan tókst auðvaldinu að ná aftur tökunum á ríkisvaldinu. Og það heimurinn sem við búum í dag og þetta svona ólígarka, þetta svona í Rússlandi, þetta svona í Bandaríkjunum, þar sem hinir ríku eiga raunverulega stjórnmálin. Ég sé enga ástæðu fyrir að almenningur eigi svona niðurlægja sig með því að koma og heimsækja stjórnmálin eins og þessi að reyna að hafa eitthvað svona góð áhrif á hjartalag þeirra sem að vinna þarna fyrir auðvald. Mér líst betur að við mætum í vinnun og þykjumst vera þingmenn og byrjum bara að tala alls konar hluti. Bara á þingvöllunum þó við fáum ekki sæti þetta niðri, flytjum frumvörp, bara háum rómi. Það er leiklistagjörningur. Nei, þeir eru bara miklu meiri pönkarar heldur en ég, greinlega. Ég held eins að stjórnmálaflokkar séu ónýtir á Íslandi í dag. Og mér finnst þeir hafa snúist upp í andhverfu sína og vera lítil hagsmunabandalög fyrir pínulitlar klíkur og einhver farvegur fyrir fólk sem ætlar sér eitthvað fyrir einhverja. Og helst fyrir sig sjálft. Já, og alls konar baktjaldar. Þetta er það sem auðvaldið, núna hlæra auðvaldið og nuttar höndunum og segja ég er búin að vinna. Ég er búin að vinna. Öll valdatæki almenning sem náðu til þess að ná völdum takmargan tíma, ég er að hlusta á þau og þau eru að segja að þetta sé ónýtt og óþarft. Ákveð það sem ég ætlaði. Nei, það sem ég meina er að flokkar ganga úr sér. En þeir eru reknir eins og trúfélög. En eiga að ganga úr sér. En almenningur verður að hafa, eina sem almenningur hefur er samtakamáttur. Þannig að almenningur getur ekki náð neinum árangri nema í félagi og stjórnmálaflokkar eru tæki til þess að ná völdum, að rekja auðvaldi frá völdum. En stjórnmálaflokkar geta alveg gengið úr sér og það má alveg stofna, það er til dæmis eins og þessi sjálfstæðisflokkur, hann í raun og veru hefði átt að leggja niður eftir hrunið. Hvað ætti auðvaldi að leggja niður flokkið sinn? Nei, ég bara segja út af alls konar brotum sem voru fram. Auðvaldi er bara mjög ánægt með sjálfstæðisflokkinn. Já, þeir eru það. En eins og til dæmis og líka Framsóknarflokkinn og Miðflokkinn og alla samfylkinguna, nýju samfylkinguna, auðvaldið er mjög ánægt með það. En mér vantar mjög marga nýja stjórnmálaflokkar núna og alls konar fólk inn á þing sem er ekki þar. Mér líka. Og til dæmis akkur myndi ASÍ ekki bara stofna stjórnmálaflokk. Góður punktur. Reyndar. Þetta er hugmynd. Þeir gerðu það 1916. Já. Það má gera það. Alveg komið tíma á það. Núna værið annar flokkur, á nýjum grunni. Við þurfum að endurskapa þetta aftur og aftur og aftur. Þannig er lífið. Það er það. Og það gerist ekki nóg þannig inni. Og
og síðan finnst mér til dæmis umhverfis- og náttúruvernd og loftslagsmál eiga engan málsvarinn á Alþingi, ekki einn. Og þetta stærsti málaflokkur veraldarinnar. Og ráðuneyti málaflokksins var lagt niður á vakt Vinstri grænna meira að segja. Þetta alveg, það ekki þetta skáldan að skýt. Og mér finnst í raun og veru alveg ofboðsleg pólitísk kreppa ríki á Íslandi í dag. Við erum með forsætisráðherra sem er búin að færa sig á milli ráðuneyta á meðan að var ekki einhver í Bretlandi að segja af sér og beðast afsökunar á því bara hvað hann væri búin að standa sig illa. Það fyrir að vera til. En við erum eitthvað gaur sem færis bara á milli og enginn segir neitt og allir fara bara í golf. Já, það er náttúrulega engin stjórnmálamaður á Íslandi tilbúin að viðurkenna að rangt sé rangt. Því bara hendra með ykkur að rangt sé rétt. Það er alltaf verið að gera kannanir á þessu. Ég held að séu ykkur 11% eitthvað sem að viljan, eða 10% sem að viljan. En hann er samt forsætisráðherra. Það þarf náttúrulega bara kannski að stofna einhvers konar græna hreyfingu sem að er með það á dagskrá að koma þeim málefnum inn í Alþingi. Já, og meðan við erum ennþá með Alþingi Íslands bara náttúruflokkin, það er bara þannig. Þetta er ekki á dagskrá. Þú ert að segja algjörlega eitthvað sem að mjög margir eru að hugsa, en fólk er að reyna að gleyma þessu vegna þess að þetta er of hræðileg staðreynd. En þú ert að halda því hérna núna, út að halda þessu í umræðunni. Og þetta er í raun og veru ein af niðurstöðunum sem við verðum að sammælast hér. Að þetta er eitthvað sem þarf. Það þarf græna hreyfingu sem er ekki vinstri græn, ekki sá flokkur. Nei, þeir bara gerðu Það illt þarf þá að vera aldeilis trúverðu slíkur flokkur vegna þess að vinstri grænir grófu undan öllum grænum markmiðum í sinni stjórnartíð frekar en að gera það. Þannig að fólk er illa haldið af svikum og það er erfitt að sitja í sárum. Og það eru margir í sárum vegna þess. Algjörlega, í þessari hreyfingu þarf að vera fólk sem ætlar ekki að vera atvinnupólitíkurar. Það er það sem þetta snýst um. Það er það sem þú varst að segja. Þú varst að segja að fólki þarna að það væri úr sér gengið vegna þess að það væri bara í eigin hagsmunapólitík. Það væri í raun og veru bara að viðhalda vinnunni sinni. Já, svo er auðvitað áreiðanlega mjög margt gott fólk að nynni að því fólki í grunninn er gott. Já. En hins vegar held ég maður geti orðið samdauna ástandi sem að maður siglir inn í. Ég held að sé með auðvelt. Ég er ekki að afskrifa allt fólk sem eru á þingi, bara ég ætla að taka það fram. Auðvitað er fólk með hugsjónir þarna líka. Það er ekki góður tónlistarmenn í ömurlegri hljómsveit. Nákvæmlega. Takk, mjög gott. En okkur vantar tilfinnilega hugsjónapólitík. Þetta er bara stutt tímabil í sögu mannkins, þar sem að ríkisvaldi var í höndum að einhverju leyti í höndum almennings, bara afsprengi af almennum kosningarétt og ýmsu. En á þessu tímabili að þá var öflug verkalýðshreyfing, þá voru öflug almannasamtök út um allt. Ég meina það var meira að segja bara Rótari og það voru söfnuðir og það var virk félagsleg þátttaka. Og við getum ekki fengið lýðræði með að vera kjósa ykkur að trúða á Alþingi eða í sveitarstjórnir án þess að það sé afsprengja ykkur raunverulegu lýðræði í samfélaginu. Á þessu tíma vorum við með ólík fjölmiðla sem stóðu fyrir ólíkum sjónarmiðum og afstöðu til samfélagsins. Við vorum með miklu meiri deiglu hugmynda heldur en við erum með í dag. Sem að reynda byggð á því að til þess að ná einhverjum árangri ef að þú ert bara almenningur að þá gerur það í einhverju samfélagi með öðrum. En við erum náttúrulega að koma núna út úr einhverju hryllilegri einstaklingshyggju þar sem er eiginlega talað gegn allri félagsstarfi og hver heldur að hlægi við því? Þú ert smá að tala ungmennafélagsandan. Ég held að hann sé dauður. Þú farið engan þá verður bara endurnæra hann. Ég meina, ef þú ætlar ekki að fá almenning sem á ekki neitt, hefur engu að tapa nema hlekkjónum, til þess að keppa við auðvaldið sem á ekki bara allan peningin, heldur öll völdin í dag. Ætlar að gera það án þess að almenningu nýti samtakamáttir sinn? Nei. Þú verður að endur þessum. Hvernig nærðu þessum samtakamætti? Það er einhvern veginn að svæfa fólk. Með listum. Reyndar er ég sammála því. Ég var aðeins að tala um þetta áðan. Það er þetta hvað stjórnmálun er orðin einhvern veginn skrípaleg og einhvern veginn mikið leikhús og mikið sölumennska í kringum þetta og það eru slagorð og loforð og eitthvað. Þetta eru svo mikið kaupmennska í kringum þetta. Kannski þarf einhvern veginn að breyta
breyta algjörlega tón, eins og ég var að segja við hann, ég verið að hlusta á þessa tyrknesku poptónlist frá milli 60 og 70 og þetta var svo geggjuð tónlist, en það sem var svo merkilegt við flutningin var það að það var einhvern veginn algjört sjálfsleysi í söngurunum. Þau voru bara að syngja lögin, þau voru ekkert að glenna að sýna sig, skilur, kannski þarf bara einhvern veginn allt annan tón í stjórnmálinu til þess að fólk fái aftur, skilur, því það allir orðin leiðir á sölugimmikinu, á tjöldunum, á öskrunum, á látunum. Það er kannski bara einhverja algjörlega nýjan tón í stjórnmálinu til þess að fólk trúa á það. Ég veit það ekki. Jú. Á að og kenna það vantar ástríðuna, þú veist, burt með sölumennskuna, leiktjöldin, lúkkið og allt þetta, getur bara fengið einhvern sem meinar það sem hann segir og talar mannamál, skilur. Ég er með svo mikið góð hugmynd. Á ekki bara að setja það á dagskrá að koma einhvers konar siðfræðimenntun inn í grunnskóla, bara í fyrstu bekk í grunnskóla, þar sem að allir þurfa í raun og veru að setja sig inn í. Þú getur verið 8 ára og 9 ára. Já, ég meina það var ágættir siðfræðikennsla bara í gegnum dæmisögu biblíunar, það var bannað, sko. Já, en ég meina við viljum ekki það, við viljum ekki trúarbrögð. Við viljum bara hafa... Það skiptir engu máli, þetta eru líka bara siðferðislega litlar sögur og skaði ekki nokkuð börn. Nei, en það er líka hægt að kenna heimspeki á þess að hafa trúarbrögð. Já. Stefán Einar er líka siðfræðingur. Já. Já, nákvæmlega. Það er alltaf að snúa út úr siðfræðingurinn mesti. Ég veit það, en við erum samt að tala um leið til þess að setja ákveðin hugsunarhátt af stað sem að þú ert að orða svo ótrúlega vel. Það vantar auðmýkt, það vantar andstæðu við sölumennsku, það vantar einlægni og það vantar í raun og veru fólk sem er að tala um hlutina án þess að vera alltaf með einhvers konar sölu gylliboð í gangi og þessa ótrúlegu... Nei, og við séum ekki svona eina, því við erum alltaf að einangra okkur og við verðum svo hræddir ein í staðinn fyrir að við séum að gera hlutina saman og fyrir hvert annað. Já. Það vantar dálítið inn í jöfnuna, sko. Það við getum haft áhrif á heila kynslóð með því að setja siðfræði kennslu á dagskrá. Já. Kannski bara lýðræðið er hrunið, sko, bara á millum okkar. Ég meina, fólk er að senda alls konar deilumál sín á milli til dómstólana sem er náttúrulega algjör siðleysi, sko. Því að ef þú getur ekki leyst deilu okkar í aðeilina hátt, það er ekki sið að vísa því til dómstóla. Það er algjör niðurlæging að okkur tókst ekki að greiða úr okkar málum. Við höfum náttúrulega að reyna það bara og gera það. Og megum við ekki bara stundum vera ósammála? Er það ekki allt í lagi? Það sem ég er að segja er að ef að lýðræðið er bara hrunið á millum okkar, þá er náttúrulega stjórnmálin verða að spretta þaðan og það er ekki fyrir en þá sem að þið fáið einhverju eðlileg stjórnmál sem að eru okkur mannlegum grunni, annars fáið þið bara eitthvað gimmick og ef þú þolir ekki gimmick eins og í dag vilja bara eitthvað annars konar gimmick, þá lendur við nákvæmlega í sama stað. Við getum ekki endurreist þetta, nema bara endurreist samfélagið og sótt völd sem almenningur hefur. Nákvæmlega, og þessi bellibröð sem er verið, þessi herrkenskar sem er verið að beita í pólitíkinni, þetta er bara ekkert sjarmerandi að taka þátt í þessu, bara alls ekki. Þetta er einhvern veginn mannskemmandi, sko. Svo verður þetta ennþá erfiðara vegna þess að það er ofta tíðum ekki gengið út frá sömu hlutunum, sko. Það er ein vefsíðan segir eitthvað og segir þetta er sannleikur. Það er svo margir sannleikar til. Og við getum ekki komið okkur saman hvað í raun og veru hver sannleikurinn er, hvernig eigum það geta að tala saman. Já, við erum líka hægt að tala saman. Þetta er heimspeki. Hver er bara ánægður með sinn sannleika? Já, ég segi það og þá er hver maður með sinn prívat sannleika, sína prívat staðreyndir. Og þetta leiðir náttúrulega svo kemur þessi skautun sem afleiðing af því. Og ég held að netið, ég er svo gamaldags og ég held að þessi versti bölvaldur sem að upp hefur komið, það er internetið. Heyrðu, þú nú... Á svo margan hátt. Býr til þessa bergmálshella, þannig að þú ert bara alltaf í þínum sannleika. Já. Og veist og fólk talar ekki saman. Ertu eitthvað farin að fikta við AI, af því að þú ert nú svona tölvugrúskari? Voðalega lítið. Ég hef látið ég lét AI, það var Jóhann, sonur minn, hann benti mér nú á þetta. Það er allt annað hlutur, sko. Ég á ekki heima hér kannski, en jú. Jú, það var allt heima hér. Já. Málið var það að forsagan er svo að þegar við fjölskyldan fluttum til Þýskalands, þá fengum við húsnæði sem var ekki tilbúið, voru okkur húsnæði,
og það var ekki heitt vatn og var ekki neitt og við hýrðumst þarna undir öllum fötum og öllu sem við áttum, sváum þannig fyrstu nóttina. Og Jóhann minn sem þá var, hann hefur verið bara, já, á 3. ári kannski, 2 ára, já. Hann tók upp á því að hún fannst eðlilegt að greiða föður sínum. Hann vakti mig sem sagt með því að það var eitthvað að krafla í höfuð á mér og þá stóð barnið yfir mig með klósettbusta og bara greiða mér og ég var svona, var ekki að komast í bað eða neitt, þannig að ég var svona greiða úr mér svona bleikar lufsur einhverjar, nema að ég minnar ofta á þetta, hann lét gervigreindin að skrifa afsökunarbréf til mín út af þessu. Já. Og það var eitthvað það alfyndnasta sem ég séð. Ég þarf eiginlega, en ég er ekki með það hérna. Það voru mín fyrstu kynni af gervigreindinni sem er alltaf skelfilegu hlutur líka. Ég ætla ekki að leggja niður internetið. Já, hvernig líst ykkur á artificial intelligence eða gervigreindina? Eru þið eitthvað farnir að skoða þetta, hvernig þetta mun hafa áhrif á ykkur og ykkar líf? Nei, menna, þetta hefur áhrif á allt og þetta, rithöfundar eru mjög uggandi, þetta er alveg skelfilegt, bara nú þegar. Já, var ekki RÚV með fyrstu artificial intelligence skrifuðu greinina bara birta núna í vikunni? Sem var eitthvað partur af einhverju tilraunaverkefni, ekki sant? Já. Það voru svona þátt líka, lestin var stýrt á gervigreind. Það var í fyrra sumar. Svona faktoríur, svona streymisfaktoríur bara þurfa eiginlega ekkert lengur á bara lifandi fólki að halda. Nei, það er náttúrulega alveg svakalegt. Sko. Við erum að renna saman við tölvurnar. Ég hitti mann í Portugal núna fyrir nokkrum dögum síðan sem er fjárfestir mikið og er með alls konar fyrirtæki sem byggja á AI. Og hann segir bara, sko, það er bara, hvernig sem litið á, það verður ekkert komist hjá því að innan 10 ára, jafnvel fyrir sana, því að hann sagði bara þróunin er svo rosalega hröð að það er hraði sem við getum ekki einu sinni séð, við getum ekki ímyndað okkur, hann er svo hraður, þróunin er svo hröð. En allavega innan áratugar þá verðum við öll komið með chip í heilan sem að mun leysa af hólmi bara ýmisleg verk sem við þurfum að gera til að afla okkur upplýsingar. Þá hugsaðu bara eitthvað og þá bara færðu allar upplýsingarna til þín strax. Sko. Talandi að búa í sci-fi heiminum. Já, búa í sci-fi heiminum. En kannski, hann sagði líka öll sko white collar jobs, þessi svona administrative job og hvað ég var að segja ýmis tegund hönnuða og þeirra sem vinna við hvað ég var að segja skýrslur og þetta verður algjörlega óþarft og hann bara, ég segi bara vikulega upp fólkið, maður sem er einhver endalaust stórfyrirtæki vegna þess að er að leysa þetta allt á hólmi. Hvað verður þá alla þessa white collar workers þegar þeir missa allir vinnuna og hann sagði sko þetta gerist bara núna á næstu mánuðum og innan 2 ára verður bara stórkostlegt atvinnuleysi, hélt hann fram. Fara þeir ekki bara að tína fjallagrös og aftur í torfkona? Jú, sko, förum við þá ekki bara aftur í barnið sem er að búa til heiminn og skapa hann og við þurfum aftur að fara að borðinu. Menntun þín er ekki lengur neins virði og hvað verður það? Sko það eina sem að ég er búin að komast að nú þegar í meinum rannsóknum, því ég er náttúrulega að byrja að skrifa ég er með doktorsrannsókn í gangi sem að fjallar einmitt listamenn og mikilvægi þeirra til þess að búa til ákveðið hreyfiafl í heiminum og setja ákveðna hluti á dagskrá. Og lokakafli ritgerðar mun vera gervigreind versus listamenn. Og ég er ekki komin langt með þessa pælingu en þetta er svo sannarlega ein af hugsununum sem að ég hef verið að velta fyrir mér sem er það hvenar hlutirnir eru orðnir svo fullkomnir og svo góðir að sko þú viljir í raun og veru ekki fullkomnun lengur þannig að ég er að hugsa listamenn fyrst og fremst að listamenn þeir fari í það að reyna að skapa eins mannlega og ófullkomna list og þeir geti vegna þess að það sé þar sem að fullkomnasta hugsunin sem er gervigreindin af því það er svo ofboðslega mikið reikni líkan á bakvið það geti í raun og veru ekki hermt eftir. Að þú getur ekki hermt eftir hlutum sem eru ekki tilbúnir, eru hálfkaraðir, hálfmótaðir, hálfhugsaðir. Og eru í raun og veru með miklu meiri tilraunamennsku í sér og það sé okkar lífræni heili sem hafi fram yfir
gerviheila eða þannig að þetta er eina af hugsunum mínum og þetta er svo hægt að yfirfæra yfir á allt það sem að í raun og veru þú ert með kapitalist kerfi sem að er alltaf að reyna að miða við það að búa til sem mesta peninga hvað er andstæða þess? Andstæða þess er að reyna að búa til heim það sem við þurfum sem minnst á því að halda og það er bara sjálfbærni þannig að þetta er þangað sem ég er komin Við verðum náttúrulega rakin út í þennan heima því að við höfum ekkert úr að spila þegar búið að henda okkur og við höfum enga vinnu. Já, þá bara finnum við út úr því. Öll völdin er í auðvöldinu sem að soga til sín allan arðin. Já. Þá erum við dæmd til þess að fara í Fjallagrössin og Torfbæina. Já, eða ekki dæmd. Ekki dæmt. Það er ekki rétt orð. En þú hefur engan annan valkost. Já, valkosturinn Ég þrái þennan Torfbæ. Valkosturinn. Ég þrái hann svo hei. Valkosturinn. Ég þrái hann svo hei. En sjáðu, valkosturinn getur orðið löngu áður en að það er eitthvað tímabært eða eitthvað ekkert val. Valkosturinn getur orðið að velja í raun og veru að sjá möguleikana í heiminum án þess að allt verði að vera fullkomið. Og þá er það fókus og það er meðvitund sem hver og einn getur tekið ákvörðunum. Það er það sem ég er að segja. En er þetta ekki svona fullmikil svona minnumáttakend gagvart? Er ég ódjúpur? Nei. Við erum bara skemmtilegir. Af því að við getum aldrei náð skilningi gervigrindarinnar að þá ákveðum við að hjúfra okkur upp að misskilningnum sem að vera það eina sem að við áttum umfram þau. Já, þú ert algjör nýhilisti, þá orður þetta svona. En gervigrindin er náttúrulega ekkert sérlega klár. Ekki ennþá, en ég trúi Steini. Hún er orðin alveg rosalega Ég klár. trúi Steini. Hún er klár í bókhaldi. Já, hún er bara klár í Miklu meira. Hérna, bara eftir augnablik, svona innan svona 2-3 mánuða, þá getur þú bara verið með svona personal assistant í símanum þínum og hann er algjörlega búinn að kortleggja og lesa þig og því finnst hann skemmtilegur. Hann skilur húmórinn þinn, segir þig brandara sem þú hlærð að og segir við þig, heyrðu Kristín, manstu eftir þessu? Og þú bara, hvað meinarðu? Láttu ekki svona, manstu alveg eftir þessu. Og það er bara komið svona persónuleg interaktsjón við þig og þetta er bara orðin vinur. Hvað gerum við þá? Þetta er eins og gervigrindin sé. Nei, ekkert eini vinurinn, og þú ert eftir að hringja, konaðinn og afmæli á morgun, ekki lendi í því sem þú gerir og einhvern veginn farin að bara interakta við bara alveg eins og góðu vinur. Venjulegt fólk getur sérst eignast svona aðstoðmann svipað á ráðherrarnir hafa og ég hef séð hérna ráðherra með aðstoðmanni sínum og það er eiginlega svona ömurlegasta amöbulíf sem hérna maður við séð. Já, því þá er eitthvað manneski sem allt undir einhverjum öðrum. Já, það er ekki heldur gervigrindin. Þú tekur alltaf fagnandi og þú hittir hann hérna frammi og þú spyrir hann hvernig stóð ég mig í þættinum. Alveg frábær Steina. Þú leist svo vel út og svona. Þú verður með svona og þú verður eins og þið eru búin að tala hvað stjórnmálin eru alheimsk og meðan annars eru þið svona alheimsk. Og þinn assistent segir, þú sagðir auðvaldið ekki nógu oftur í þessum þætti og þú vanur að segja það 35 sinnum, þú sagði það bara 12 sinnum. Svona Jewish mother, gervigrind, sem er alltaf að skamma því, svona Jewish mother. Já, að sjálfsögðu. Ég er svona manneskja sem vill debatt og þá var auðvitað mín, minna. Steina, þetta fitna, þetta var svona þessu. Já, auðvitað vil ég það. Ég meina talandi Carbfix, ég held þetta fyrst þetta var eitthvað svona kolvetnabanni. En sko, vitið hvað? Bara þú drekkur eitthvað vítinsótt og það bara brennaði upp kaloríurnar. Ég held að þetta er betra nafn á kolvetnabruna heldur en kolefnabrunara. Já. Brilliant. Sko, þú varst að tala um chip í heilan. Ég held... Ég er ekkert svona hrædd við þetta, sko. Nei, ekki heldur. Ég er það ekki, sko. Það er það sem ég er að fara að segja. Ég held að einhvern tímann í ókominni framtíð, kannski ekki eftir 5 ár, en kannski segjum 10-20 ár, að þá verðum við komin með miklu meiri stjórn á heilabúinu út af gervigreind. Af því að gervigreind nær að hugsa miklu hraðar og setja meiri samhengi á ógnarhraða heldur en að við náum bara sem vísindamenn í læknavísindum. Þannig að við verðum í raun og veru búin að finna út að við getum haft svona eins og eina prívat heilastöð sem er bara eins og útvarsstöð. Þannig að það sé þannig, það þurfi ekki chip í heilan. Ég er að taka einu skrefi lengra. Það sem við náum í raun og veru bara að vera með heila, eitthvað sko, bara part af heilanum, sem er okkar partur af heilanum, sem er í raun og veru pínlítið það sem að sko karakter er. Já, bara tengjast alheimstíðninni, það sem öll vitneskjan er. Já, nema það við séum núna bara með, það sé bara útvarsstöð sem að láta okkur vita af öllu, en við erum meðvituð um það og við getum prógramerað hana. Hafið þið aldrei lagst á kottan og vaknað með lausnina í höfðinu? Jú, alltaf. Já, hvað er það?
Það bara þið að sækja alheimsviskuna og allt sem hefur verið reynt og prófað og þeir eru bara komið með það að mótni til. Svo sofnar aðeins aftur og svo vaknar og búin að gleyma því og það allt ónýtt. En spáið það? Bara heimurinn kvikur, þannig að sannleikurinn núna, hann ekki sannleikurinn. Sannleikurinn uppgötun svo fegurðin. Já. Spáið hvað þetta fallegt að hugsa sem listamaður heilastöð jafnt og útvarsstöð. Af því að þannig ertu komið með þessa stöð. Sko, ég lenti í daginn. Mjög fallegt. Ég var á Facebook og svo var komið upp til mín eitthvað svona vídeo af svona marki sem að Messi hafði skorað. Og ég ýtti óvart á þetta og hugsaði, Jesus Krist. Síðan búið að dælast yfir mig einhver mörk sem að Messi hefur skorað. Hvað hann góður við alla og vitnisburður fólks hvað hann góður og hvað þessi Ronaldo raunverulega lási gaur. Þetta verður chippið sem verður í heilanum. Allt í einu ég kannski að labba einhvers staðar og horfi kannski á rass á konu og bara fyllist heilin á mér á rössum. Þetta það eina sem að gervigreind getur gert. Vegna þess að hún hefur ekkert ímyndunarafl. Jó, hún hefur gríðarlegt ímyndunarafl. Hún veit, hún bara getur rifjað upp það sem hún hefur áður séð. Gunnar Smári, þú bara greinilega ekki búin að lesa nógu mikið gervigreind. Þú ert að lýsa ég ætla bara að setja þetta tippið í strax á morgun. Svona endar þetta líka. Að hann satt einn eftir og áttaði sig á því að þetta var allt sem að búið að yfirtaka. Hann var meðal zombía. Við erum öll vélmenni sem situm hér við hlið. Nei, ég meina. Svo endar þetta þannig að þessi þáttur verður bara AI sem verður að tala. Og svo verður AI að horfa líka. Já. Þetta eins og fyrir ekki þegar þú varst eftir því þegar það var þetta fjölbreytta ljóð. Það var rosa erfitt að fá útgefið ljóð. Svo kom letuprent. Maður gæti farið voru bara allir að yrkja ljóð en enginn eiginlega að lesa. En heldur að gervigreindin get ekki verið spontant? Skapandi? Ég held að þetta getur mjög spontant og mjög skapandi. Og óvænt. Veitu hvernig gervigreindin uppgötvaðist? Það var þegar einhvern datt í huga að vera hægt að búa til gervigreind. Þá var hún til. Já, það var til í haustinu. Ég meina, gervigreindin er alltaf bara búin að vera til frá því að tölvurnar voru til, sko. Herðu, gaman að fá okkur. Já, frábærlega skemmtilegt spjall. Já, þetta var mjög líflegt. Gaman að vita að við erum með mikið af gervigreind sem er að horfa og sem að mun segja okkur hvernig við gekk. Skam okkur kannski. Já, einmitt. Við þökkum fyrir okkur hérna á Framsögunni. Small talk heimsendir, það verður aldrei verið jafn gaman að tala heimsendir. Nei, það er bara gaman að tala saman. Mér finnst það. Mér finnst við gera allt og lítið af því og það er gott. Kannski hlusta meira? Kannski hlusta meira? Já, og hlusta hvert og annað. Það er skemmtilegt, þú veist. Þetta búið ótrúlega gaman og mér líst svo vel á hana Carbfix-kúr líka. Ég ætla á hann. Hvert að sóta Nei, þú hellir bara skítu upp, þú tekur vatnið úr vaskinum, bara uppvöskunarvatnið, eða þú ert ennþá að vaska upp, svo drekkur það og þá bara brennur það af því kaloríurnar. Skilurðu og þú skilar því og það verður að steini. Já, það er óvíst að Þetta er eins og að drekka sóta? Steinun? Já, steinun, einmitt. Það er affarsefnið. Og svo getur þú sett þetta á bílinn þinn og keyrt af stað. Já. Hörðu, Kristín Heiða og Kristín kærar þakkir. En Steinun, þú ert ekki búin í vinnunni? Nei, ég verð það. Og við komum hérna eftir augnablik aftur. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, heyrðu, Steinun Ólína. Já. Ég ætla að segja það svolítið. Ég var að heyrði einhvern nefna bók sem kom út einhvern veginn snemma á öldinni sem heitir Capitalist Realism. Sem sagt kapitalísk raunsæisstefna. Manstu ekki, þetta er sósíalískur raunsæi sem fór mjög úr tísku eftir seinna stríð og getum einhvern veginn fjallað það vegna þess að Við erum bara raunsæi. Nei, ég var að tala svona versta útgáfan af sósíalísku raunsæi voru svona pósterarnir frá Stalin tímanum sem var svona hinn
glaða æska eða harðduglegt bændafólk horfði á móti sólinni og stundum var Stalín þar sem Jú, einmitt. horfði átt að hann. En svo náttúrulega svo sem raunsæi líka bara þessi bylgja að draga alþýðufólk inn í menninguna. Akkurat. Og líka bara, að færa sjónarhorn sögunar niður. En þessi bók eftir Mark Fisher, og ég sá bara nafnið og ég sagði, ég ætti að lesa þessa bók og svo er stundum gaman bara að geta sér til hvað bókin er. Ég fór að velta fyrir mér kannski lifum við í tímabili kapítalísk raunsæis sem er kannski orðið jafn úrkynjað og sósíalíska raunsæi var. Og ég gæði önnur ástæðu fyrir ég las ekki bókina af því að hún er eftir Mark Fisher og hann framdi sjálfsvíg. Mér var eitthvað ámærað að hlusta á. Nei, mér er svolítið skemmtilegt þegar þú ert að segja þetta og velta fyrir því hvort að ég held að það sé oft bara nóg að leggja sig, setja bækur undir koddan og þá síist innihald þeirra inn í höfuðið á manni. Ok, en ég fór alltaf að geta mig til þessum að kannski er þetta skemmtileg bók sem að fjallar raunverulega hvernig menningin okkar er farin að líkjast til dæmis Stalín-tímanum. Já. Og þá fór ég að skoða auglýsingar og það vildi svo til að bara þegar ég var að hugsa þetta, þá var ég bara að skrolla niður Facebooki sem að gera og þá kom auglýsing frá Rauðahliðinu. Já. Þetta kom upp á skjáum mínum. Ert að versla í útlöndum, sparaðu tíma og óþarfa fyrirhöfn, rautt hlið. Þetta mun vera tollurinn í Keflavík sem að auglýsa þetta. Já, ég held kannski að þetta glaða unga fólk væri að gangast kommunismann með hönd. Nei, þetta fólk var að versla, við sjáum þetta aðeins aftur, því að það er stemmingin sem er yfir þessu. En ég bara svo að vita hvað er verið að auglýsa, þá er þetta ekki svo rauðaborðið, þetta er ekki rauðahliðið, það sem að sósíalistarnir labba inn í. Heldur er þetta að þú varst í útlöndum, ef þú keyptir fyrir meira en 85.000 krónur, þá verður að láta tolla það og þá átt að fara ekki inn á rauðahliðið. Og það hljómar ekkert svona ógeðslega skemmtilegt að fara í rauðahliðið. En sjáðu aftur myndina. Þau eru rosalega ánægð með þetta. Þau eru allsæl. Einmitt, og hvað gerist í rauðahliðinu? Ég veit, það er bara kannski bara að versla, það er svo geðveikt, það er svo frjáls. Maður er frjáls og þau hafa greinilega sparað alveg ótrúlega mikinn tíma og óþarfa fyrirhöfn með því að pakka niður, fara til útlanda, til að versla. Og fundi sjálfa sig. Og náttúrulega allt sem þau þurftu að kaupa. Já. Og svo er svona gaman í þessu rauðahliði. Og borga toll. Já. Bara blessunarlega, því að þetta hefur gefið okkur svo mikið, þessi verslunarferð. Einmitt. Að okkur finnst það bara sjálfsagt að koma og borga toll til þess að reka hér heilbrigðisþjónustu eða kannski styrkja Samherja í ákveðnum orkusjóð. Algjörlega, En það fór ég að skoða með myndasýningu. Já, ok. Já, ég fór að skoða því vefsíður ýmissa fyrirtækja og ég held ég sé með fleiri myndir hérna. Þetta er Já. Sérðu hvað fólki er hamingjusamt? Það fer að kaupa sér geimi og dísilolíu og smurolíu. Tvistur upp á trattónum. Það er allir glaðir, dýrin líka. Já, og býtu hvað verið að selja smurolíu? Nei, ég held að það sé bara að vera að selja hvað er mikil sæla að eiga þetta fyrirtæki. Það er svo mikið öryggi. Já, nei, það er líka gaman í sveit. Það er líka verið að sýna okkur það. Og gaman að vera innan eiturefni ef maður er með hund og hest í bakgrunni. Það fylgdi texti þessari mynd. Hún var með kafla á heimasíðunni sem var verið að segja hvað enn einum væri andum viðskiptavinni sína. Já. Þeir eru ekki bara að segja þetta peningunum þínum. Nei. En einn vill að þið líði vel. Já, en Gunnar Smári, bændur þurfa náttúrulega eldsneyti á vélarnar sínar. Og þau eru náttúrulega svo glaðir að það sé bara yfirleitt hægt að keyra vélarnar sínar. Já, ég var 6 daga í sveit, þannig ég hef svona innsýn í þetta. Þú varst 60 ára eða eitthvað? Já, 60 ár, tæplega, já. Ég man ekki eftir að menn hafi verið svona út í móa með geimanna sína og... Já, og stillaði mig upp eins og djásnum. Elskan, sjáðu geimanna okkar, já. Það segði mér fleiri myndir. Já, þetta er ölgerðin. Þetta var svona... Það sem að vera að tala hvað ölgerðin væri að
það var að tala hvað færi vel með umhverfið, Já. Ölgerðin, sem að selur okkur Egilsappelsín og Einmitt. flytur inn alls konar svona dótir í, bara Já. risastór heildsala. En, og ég sá fyrir mér sko þessi maður þarna í appelsínugula sem niður í fjöru Já. og horfir mót hafi og sköpunarverkinu, hvað hann þakklátur fyrir hvað Ölgerðin að færa honum reyna náttúru. Já, en sko, hérna stendur, Ölgerðin hefur mikið metnað á sviði sjálfbærni og markvisst einlega sjálfbærni menningu fyrirtækisins til að ná framtíðar sín fyrirtækis sem að verða fyrsta val viðskiptanna þarf að huga sjálfbærni í allri virðiskeðjunni. Ég engu nær eftir lestur þessara setningar. Kannski þessi maður að fara með þessa möntru niður í fjöru. Sko, þeir hafa metnað, en í hverju birtist sá metnaður? Markvissar metnað, en aftur, í hverju birtist sá metnaður? Er eitthvað á myndinni sem að gæti verið afleiðing af starfsemi Ölgerðarinnar? Nei, ekki beint, en þetta kannski bara, kannski ímynda fyrirtækja sér að almenningur sé faktist sko svona oft bara á göngu að hugsa út í sjálfbærni Ölgerðarinnar. Bara svona horfa út á hafið, já, sjálfbærni Ölgerðarinnar skiptir miklu máli í allri virðiskeðjunni. Ég hugsaði enginn aldrei. Þessi fjara og þessi sjór og þetta fjall sem að rís þarna upp væri ekki hér nema fyrir Ölgerðina. Ég held að maður sé hugsaði. Nákvæmlega sko, það er náttúrulega þessi náttúra, það er svo gott að auglýsa í henni. Já, en við erum með fleiri myndir. Já, við erum með fleiri myndir. Þessi, veistu hvað, akkur þessi er svo glaður? Býtu, nú ætlum ég að fá að geta. Annarkvort var hann að skipta klæðingu húsinu sínu eða hann er nýbúinn að bóna bílinn. Já. Eða að þessi jakki, og hann var seldur hann í Ellingsen. Já. Nei, hvað er að gerast? Er það bílasala? Hann er svo glaður að því að hann tók bílalán hjá Arjóbanka. Já. Og ég held að bílalán séu með svona kannski 15% vöxtum. Já, einmitt, já. En hann lét það eftir sér, skellti sér á bílalán. Akkurat, sko. Og hann er bara annar maður eftir þetta. Ég veit það. Og mannin líður náttúrulega bara mjög vel að vita að hann sé orðinn svona glaður. Hann var óöruggur og vissi ekki að hann var að tapa 8 orðið miðaldra og eitthvað fleira í gær. Já. Svo fekk þessi bílalán. Og hann er bara... Og þetta er bara allt annað líf. Já, hann er bara orðinn, nú er ég loksins ég. Einmitt. Besta útgáfa á sjálfum mér, hugsaði hann. Já, akkurat. Það er ég með fleiri myndir. Já. Þetta fólk. Já. Það var búið að vera svona eins og vill gerast í svona samböndum, orðið svona... Orðið erfitt. Tilbreytingarlaust. Já. Alltaf sami... Og líka, hann var bara komið með svona vonda húð. Já, nei, það sem þau gera til þess að verða svona hamingjusamur er að þau skelltu sér á tax-free snyrtivörudagana í Hagkaup. Já, en sérðu ekki, og svo fær hún að leika með hann svona eins og hann sé svona Barbie-dúka og hún fær að setja á hann andlitsmaska vegna það var búið að pirra hann svo lengi hvað hann með vonda húð. Hún getur þetta út af Hagkaup. Auðvitað getur það. Ef Hagkaup hefði ekki komið með tax-free dagana, þá væri þetta fólk lagið að dæsandi upp í rúmi og vissi ekki hvað þetta að gera. Nákvæmlega, en sko Gunnar Smári, ég verð að segja að þú veist, ég fer á tax-free stundum í Hagkaup einmitt til þess að kaupa snyrtivörur á lægra verði, sko. Ég hef ekki séð að skilja sér beint í svona mikilli hamingju, en það er, þú veist... Það er betra að borga minna en meira. Já, betra að borga. Það er aksinn á húsmóðurinn. Já, nákvæmlega. Það er ég með meiri svona svipindi. Það ættu auðvitað auglýsa bara, viltu ekki frekar borga minna en meira? Komdu þá núna. Já. Viltu hversu mikið, viltu við slökum aðeins á okrinu? Já. Komdu núna. Komdu núna. Það er opið til minnættis. Já. Svo byrjum við á okkur aftur. Já, einmitt. Það er ég með fleiri myndir úr hérna. Þetta fannst mér mjög erfitt að við erum að fá listfræðinga til þess að lesa í þetta. Okay, þetta er tryggingamiðstöðin. Býtu, nú sé ég ekki, er þetta jákvætt þungunarpróf með virðistæði? Hún er svona svolítið spásk. Hún er með rautt strik. 2. Já, mér finnst þetta eitt rautt og eitt svart, getur það verið? Já, ok, ef þau eru 2 þá er hún sem sagt þunguð og hún hugsa með sér, já, gaman að því og gott að vera hjá TM. Þá viltu vera hjá TM? Þá vil ég vera hjá TM, já. Ef þú ert þunguð og það náttúrulega óvissa í framtíðinni. Auðvitað. Hvar finnur þú öryggi og festu? Þá finnur það hjá tryggingaviðstöðinni greinlega. Ég reyndar velti fyrir mig, sko, þetta leit út eins og hún vildi bara giftast tryggingafélögur. Já, annað þess hefur gerst. Og eiga barn með tryggingafélög. Já, fólk hefur gifst, sko, gæludýrunum sínum, akkur ekki giftast tryggingamiðstöðinni. Ég meina, auðvitað. Það er reynd. Það er fleiri svona úr hérna kapílísku raunsæinu, fleiri myndir. Já, er þetta IKEA, fólk að flytja? Nei, þetta er ekki IKEA.
En Þetta mjög hamingjusöm fjölskylda. Þetta alveg gríðarlega hamingjusöm og börnin svona glöð, glöð í kössum. Að flytja. Allir glaðir að flytja. Já, ég verð að segja, mér finnst mjög gaman að flytja, þannig að ég skil þetta fólk mjög vel, En þetta Íslandsbanki sem að birta þessa mynd af ungri fjölskyldu. Húsnæðislánum. Sem mikið fjallað í dag, hversu þungbyrði húsnæðislánanna leggst á þetta fólk eða leigan, en þau virðast hafa fundið þannig hamingju og öryggi í skjóli okurvaxta af húsnæðislánum. Einmitt. Hvernig eru vextir á húsnæðislánum í dag? Ef þú færð að taka lán þá eru vextinni þannig að þú eiginlega ræður ekki við að borga það. Nei, og endanum bara á bankinhúsið þitt. Já, það enda þannig að það eru bara hinni allra efnuðustu sem að fá að taka lán. Já. En ertu á móti og auglýsingum alveg? Nei, ég hef eina myndi viðbót. Ég held ég eina myndi viðbót. Það var ein sem ég var með sem var skemmtileg. Nei, þær eru allar mjög skemmtilega, Það var póstunum, þar sem fólk var að sækja svona dót. Það var hundur mættur, hann var líka glaður. Auðvitað. Er ég á móti auglýsingum? Já. Nei, auglýsingar eru bara, eins og þú segir að láta vita hvað kjötvæsi kostar í meinabúðinni, bara mjög fínt. Já, einmitt. En ég var bara að velta fyrir mig hvort að auðvaldið, þeir sem að fara með peningana og stóna þessu, hvort þau væri komnir svolítið overboard í sjálfshælrinni og svona hugmyndinu hlutverk sitt í lífi fólks. Já, mér finnst svona aðal, það sem mest áberandi þessi stanslausa sala á hamingjunni. Að allt sem þú, allar skuldbindingar sem þú tekur að þig, hvort sem við tryggingafyrirtæki, banka eða aðrar stofnanir eða verslar þér til óbóta, þetta á allt að færa þér hamingju. Mér finnst það vera svona skrýtna spurningin. Þetta snýst ekki lengur það að höfða til neytenda og bjóða þeim upp á þjónustu, heldur að selja okkur hamingju og hamingjan sé innan seilingar, jafnvel hóttu það kosti skuldsetningu og þá erfiðleikar sem því fylgja. Þarna kemur það með hundinn, Já. Það sækja eitthvað. Á póstinn? Póstinn, fóru saman fjölskyldan. Nema að hann hafi verið að sækja eitthvað og nei, ert þú hér? Og þetta sé uppað við eitthvað ævintýri. Já, ég held að þetta sé uppað við ástarævintýri. Hundurinn svolítið. Ef þú færið eitthvað sent með póstinum, þá getur þú hitt einhvern mann sem þú getur kynnst. Maður sér það eiginlega hundur í kjaftarissu, þú sér svipin á honum. Já, hundurinn er leiður. Hundurinn er ekki ánægður með þessa ferð. Er þetta það sem við þurftum í okkar líf, segir hundurinn við konuna? Enn einn kallinn. Einmitt, tekur bæði tíma og pláss og borðar. Einmitt, og hundurinn líka hugsa hvað er í þessum kassa, hann er banginn. Það er augljóst. En ég hef ekki tekið eftir, ég þarf stundum að fara á pósthús. Mér finnst allir vera frekar svona niðurlútur á pósthúsinu, þú veist, lengi að bíða, standa með númer. Hefur ekki farið í svona kassa að sækja? Jú. Ég er alltaf mjög glöð þegar ég fyrir þessa kassa. Mér finnst bara alveg magnað að einhvern enn að fara með pakkana í kassana. Mér finnst að við ættum að búa til svona kassa. Já. Og hafa það sem allir getur aðgang að þessu. Þannig að þú verir út prjónakona og þú verir að prjóna eitthvað á kvöldin heima og getur þá opnað bara svona vefsíðu, steinuprjón og ég kaupi ykkur peysu af þér og þá segir þú bara að þú getur sótt hana ef þið er búin að leggja inn að þig. Sótt hana í box 396 hana niður í Aðalstræti. Þá fer ég að sækja það. Þetta eru innviðir, þetta er náttúrulega vandamálið til þess með Amazon. Amazon á allt dreifikerfið og einokar þar með alla söluna og ræður í hvað er selt og á hvað verði og allt það. Þetta verður mjög gott fyrir svona alls konar smá viðskipti, fólks á milli og þetta er náttúrulega víða í útlöndum, bæði á flugvöllum og lestarstöðum, þá eru náttúrulega svona geymsluplástar sem fólk getur skilið eftir farangur og svona. Já, sést oft í svona myndum svona einhverju sem einhverjum óheiðarlegum viðskiptum. Já. En það mætti stund alveg stráng heiðarleg viðskipti, það væri bara svona heill veggur einhvers staðar í bænum með svona skiptikössum. Mér finnst að við höfum að fara að hugsa að nota þessast tæknina og ýmislegt sem hefur komið upp til þess að ýta undir fjölbreyttri viðskipti, þannig að þú getur losnað við að vera leikkona og farið að prjóna bara ef þú vilt það. Já, fara að selja sokka. Það vanti eiginlega í líf flestra fleiri tækifæri. Sem að þessi fyrirtæki sem ég hef verið að sýna eru ekki að færa fólki, þetta eru flest fákeppnis- og einangrunar fyrirtæki. Já, einmitt. Já, þetta væri bara mjög sniðugt til þess að fólk geti stundað viðskipti, mann á milli. Já. En þess að þú segir með hamingjuna, það er náttúrulega hluti af svona yfirspenntu kapitalísku raunsæi, er að eina leiðin til hamingju
í gegnum þessi fyrirtæki. Svo ég færa þér hamingjuna. Nákvæmlega, sko þetta er nefnilega, ég var á smá ferðalagi í útlöndum daginn og með vinum mínum og ég sagði við hann á fyrsta degi, sko hafði engar áhyggjur, mér finnst ógeðslega leiðilegt að fara í búðir, ég mun ekki þurfa að draga því í verslanir og hann sagði þegar ferðin var upp í staðan þá sagði hann, Steinunn, þú fórst í búðir á hverjum einasta degi og það, ég áttaði mig á því að það er svona eitthvað gamalt í manni að maður þurfa að kaupa eitthvað í útlöndum og ég er alveg útsett fyrir eins og allir aðrir, sko, heila þvotturinn hefur tekist mjög vel og það er svo að taki sig upp svona einhver svona órói í mér, ég þarf nú að kaupa eitthvað, ég þarf ekki að færa börnunum eitthvað og svona, það kemur upp, þú veist, þetta hefur tekist alltaf vel í mín tilfelli, ekki þar fyrir að ég keypti mjög lítið, nema ég keypti með 2 pör og skóm sem að ég þurfti að láta vin minn bera heima því ég ætlaði að ferðast svo létt. Varst að komast hjá því að fara í rauðahliðið kannski? Ég var að reyna að komast hjá því að fara í rauðahliðið. Nei, þetta fór nú ekki yfir 80.000 krónur, þannig ég var hólpinn, sko, ég þurfti ekki að gera grein fyrir kaupunum. En þessi heila þvottur að maður eigi stanslaust að vera að versla eða eitthvað svona, þetta smýgur inn í vitund mann, sko. Og hérna, ég hitti mitt hjón á leiðinni heim sem hefur verið með 2 unglingsstelpur í Portúgal og þau sögðust aðalega að verið að elta dætur sínar á milli verslana. Vegna þess að þær hefur verið alveg bara, það þyrfti að kaupa svo mikið bæði fyrir veturinn og næsta vetur og náttúrulega lítið úrval af tískufatnaði á Íslandi, allavega ekki þeim að skapi, þannig að þetta var alveg kjörið að nota Portúgalferðin í það að vera dálítið í búðum og þau voru svolítið uppgefin, foreldrarnir. Ég er að reyna að komast í frí, eins og þú veist. Já, þú átt að leysa mig af. Já, einmitt. Þannig ég var hérna í bænum, að ég kemst ekki alveg í frí, sko. Nei. Þannig ég var svolítið að það var svo fallegt í Reykjavík, hérna bæði á fimmtudaginn og föstudaginn og laugardaginn. Þannig og svo svona svona vorkvöld í Reykjavík. Þannig ég var svolítið í bænum. Og hérna fóru borðaði svona túristastöðum og svona bara vafra bæinn og það var náttúrulega mest túristar. Borgaður 18.000 fyrir kjötsúpun og 5.000 kall fyrir vaskljós? Fáránlega hátt verð fyrir pítsu sem að reynda var ágætt, sko. Og svo, hérna, en að því var svona túristastöð bara í miðbænum og hérna ég heitir náttúrulega eitthvað af fólki, það er náttúrulega einhverjir svona Íslendingar. Það eru nokkrir Íslendingar í bænum. Þá fór ég svona, að því að maður labbar svo hægt, sko, þegar maður er svona túristi. Að þá stoppa ég svona við búðir eins og svona þessar lundabúðir. Og þá var maður að skoða, þá mundi ég eftir að þú hafði að skrifa það að túristarnir kæmi hingað til Íslands til að kaupa vörur sem eru framleiddar í Kína. Já, einmitt. Og það sem er framleitt af dóti er ævintýralegt bara. Þetta er bara svona steypa sem er búið til. Furðuleg víkingaskip sem eru svo skringil í laginu. Akkurat, en ég minna þetta er svona allstaðar. Ég labbaði einmitt inn í svona túristabúð í Portúgal skoða hvort það væri nokkur einasti hluti sem ég langaði til að eiga þar inni og nei, að sjálfsögðu ekki, vegna þess að það er bara sama eins og hér. Þetta er bara svona fjöldaframleitt dót. Allir fólk kaupa það? Kaupir fólk þetta? Já, fólk er að kaupa þetta, þú veist, og það er náttúrulega ótrúlega sali einhverjum svona pílutu, ég tek eitthvað minjagrip, kannski eitthvað smá segul og ískápun og eitthvað svona, þetta safnar saman þegar saman kemur. Reyndar var ég mjög heppin vegna þess að ég labbaði inn í þessari búð, þar sem var bara svona eitthvað, já, svona fjöldaframleitt kínverskt dót, bara með portúgölskum svona formörkjum eins og bara þetta dót sem er selt hér. Þá hékk upp á vegg mjög sérkennilegur kjóll, svartur perlusaumaður kjóll. Og það var eins og hann ætti alls ekkert heima í búðinu og hann var náttúrulega eina sem vakti athygli minn, þannig ég spurði konu hvort hann væri til sölu. Hann kallaði á þig eins og... Já, hann kallaði á mig. Og hún svona horfði á kjólinni svo hún hefði aldrei séð hann inn í búðinu aftur, áður bara svona... Já, ég held að hann sé til sölu og hann passaði einhvern veginn ekki inn. Hún sagði, ég þarf aðeins að hlaupa niður og spyrja hvað hann kostar. Svo fór hún niður og sagði, já, þú mátt kaupa þennan kjól og ég sagði bara, þetta er bara af einhverjum, skilur, þetta er bara einhverjum sem vinnur hérna eða eitthvað. Og ég fékk kjólinn, þannig að það var nú mitt lána labbinn í þessa búð, sko. Tennisskór? Já, nei, ég fékk þennan skrýtna kjól inn í túristaverslunni sem hékk þarna fyrir tilviljun. Kannski hefur bara einhver viðskiptavinur farið úr honum og skilað hann eftir þar, ég veit það ekki, en mér var allavega seldur hann. En auðvitað ættu við að vera að framleiða ferðamannavarning sem væri framleiddur hér. Ég meina við eigum
mikið fallegt handverk og mikla sögum mikið fallegt handverk og það væri að gera bara rífa þá starfsemi upp aftur þannig að við getum verið að selja eitthvað þannig að fólk keypti hér eitthvað sem væri raunverulega framleitt á Íslandi og unnið upp úr íslenskri menningu og ég meina, getum við ekki verið miklu stoltari því og það geti líka verið atvinnuskapandi, sko. Svo lærði ég eitt hérna á... En það er alltaf svo dýrt, sko. Það er miklu ódýrar að láta framleiða þetta hinum megin úr hnettinum og flytja og miklu skynsamlegra og meira mengandi að flytja svo draslið yfir halva jörðin svo fólk getur keypt það hér og flytta aftur með sér yfir halva jörðina, sko. En ég lærði eitt í göngu minni sem túrist í Reykjavík að hérna, varst ekki eftir manna Bill Bryson sem að skrifaði svona ferðasögur og skrifaði svo einhverja bók sem að varði metsölubók út allan heim, eitthvað short history about everything. Nei, hann er mjög skemmtilegur svona, hann skrifaði ferðasögur sem að getur ágætlega skemmtilegar. Hann skrifaði að sko, eiginlega svona gangstöttum alls þar í heiminum. Já. Að þá eru hérna annars vegar fólk sem á heimaðar sem bara labbar í eðlilegum hraða og svo eru túristandi sem að labba mjög hægt og geta líka allt í einu stoppað, hort á kött eða eitthvað því að þeir bara leiðis. Já, eða upp eftir byggingu. Já. En í Amsterdam kemur þriðji hópur sem er fólk sem er mjög skakt og það er mjög óútregnanlegt, þannig að maður rekst mikið á fólk. Já. En þetta var skrifað fyrir tíma farsímans og nú er komið enn einn tegund og ég fann svolítið graslykt í bænum svona, fólk að labba fram sem að var reykja og svolítið af því. Já. Og svo er fólk sem er í símanum sem er náttúrulega algjörlega óútreiknarlegt. Já, af því að það er bara fast í sinni eigin veröld, sko. En ég var þennan dag var ég í þessari túristalabbinu. Já. Snöggstoppaði fyrir utan búð sem var að selja undarleg víkingaskip. Já. Labbaði svo áfram. Já. Þetta var, mæli með að vera meðan sumir voru í Portugal sko, ef ég vil ekki hitta nokkurn einasta mann þá labba ég upp á niður Laugaveginn vegna þess að maður hittir enga Íslendinga lengur og þetta er bara svolítið eins og að vera týndur í útlöndum. Herðu, við höldum áfram með sumarflóttinn okkar. Það er næsti kafli hér eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, það er deilt í Hafnarfirði Carbfix sem er fyrirtæki og tækni og sem á að taka eitthvað ógeð úr andrúmslofti og dæla hann í jörðina. Þetta þekkja nú flestir en það eru uppi tillögur eða kröfur það að Hafnfirðingar fá að kjósa starfsemi þessa fyrirtækis og hingað eru komnir 3 Hafnfirðingar til okkar Steinunnar. Hérna er Davíð Arnar Stefánsson sem er sérfræðingur á sviði sjálfbærrar landnýtingar hjá Land og skógi og er oddviti VG sem á ekki bæjarfulltrúa í firðinum. Og hér líka Hólmfríður Sigurðardóttir sem er umhverfisgyðja hjá Orkuveitunni og íbúi í Hafnarfirði eins og þið öll. Og Jón Ingi Hákonarson sem er ráðgjafi í starfsendurhæfingu en er bæjarfulltrúi Viðreisnar og hefur lagt til í bæjarstjórn að það verði kosið þetta. Já. Er þetta mál sem að hendar í þjóðaratkvæðagreiðslu? Kannski ekki þjóðaratkvæðagreiðslu en það sem heitir. Já, ég held það. Málið er þannig vaxið að eins og staðan er á því núna þá liggur fyrir breyting á aðalskipulagi tillaga sem er núna í umsagnarferli og í lögbundnu ferli sem að gerir þá heimilt að vera með þessa borteiga þar sem þeir eru og það hefur verið mikil óánægja með hvað þeir eru nálægt byggð. Ég held að málið sé eins og staðan er í dag það einfalt og það skýrt að það eigi að bjóða íbúum að borðinu og kjósa það hvort að þessi breyting sé bæjarbúum að skapi eða ekki. Ég held að ef við bíðum með það of lengi og förum lengra inn í ferlið að þá munum við vera bak okkur svolítil vandræði, vera komin í skuldbindandi kannski samkomulag við Carbfix og ég held að aðkoma almennings til þess að ná sátt í málinu sé góð núna. Þessi undirskriftarlisti nú að mörg þúsund manns skrifað undir, snýst þetta fyrst og fremst þessa borteiga og nálægð þeirra við íbúabyggðina?
Ef ég má svara því, þá er það er kannski grunnurinn að þessu. Þetta hefur í umræðinu komið upp fleira, en til þess að kjósa eitthvað afmarkað mál á sveitarstjórnarstigi, þá er kannski ágætt að kjósa bara tillögu hvort að þessi breyting á aðalskipulagi eigi að ganga fram eða ekki. Ég hef líka sagt og eina af ástafanum fyrir því að við í Viðreisn viljum bara ganga hreint til verks svo að, ég þekki mitt heimafólk og þekki Davíð, þetta öflugur maður og fólk hann í kring. Fólkið í Hafnarfirði mun ná 20% kosningabara manna og krefjast kosningar. Það verður íbúakosning hvort sem okkur líka betur að það verð. Ég held að það sé hreinlegra og tilraun til sátta að bæjarstjórn bjóði íbúum að borðinu bara núna og þannig að það sé hægt að gera þetta í meiri sátt. Þú ert ekki að taka afstöðu til málsins? Nei, ég hef hins vegar alveg talað fyrir málinu eða skrifað málið og talað málið. En ef við kjósa núna, myndur þú kjósa með Carbfix eða móti? Ég held að eins og staðan í dag með þær upplýsingar sem ég hef, þá er ég mjög jákvæður, já. Ég er það og ég hef allan tíma verið mjög jákvæður og mér finnst þetta frábært verkefni. Hvort þetta eigi heima nákvæmlega þarna, það kannski snýst deilan. Ég held að það séu fáir sem að telji þetta að vera algjört bull. Þetta er mikilvægt loftslagsverkefni, en hvort það eigi heima svona nálægt byggð, ég held að þar sé nýfurinn í kunni. Davíð, þú verður á móti? Í kosningu ef það til kemur? Já, því ég held ég að vera alveg skýr með það gegnum tíðina. Þetta mál á sér auðvitað bara margar hliðar og fólk mótmælir og ræðir þessa hluti ekki út frá einhvers konar einni hlið. Ég í sjálfu sér er einfaldlega ekkit sérstaklega hrifinn af þessari aðferð sem loftslagsaðgerð. Þetta er tæknilausn. Ég trúi á að náttúrumiðaðar lausnir séu leiðin í þessum vanda og að því miða langt flestar aðgerðir stjórnvalda í loftslagsverkefni. En má ekki eitthvað bara standi þessu og nennir því? Jú, algjörlega, en áherslan er alltaf feikilega mikil á þetta mál samanborið við náttúrumiðaðar lausnirnar sem að ég hef helst talað fyrir og auðvitað, tæknilausnir eru mikilvægar eins og hver önnur og svo er þetta líka auðvitað bara góðu business. Ég er bara forvitin að því og langar bara hverjar væru náttúrumiðaðar lausnir, bara fræddu mig aðeins. Já, það liggur auðvitað bara alveg fyrir að við stefnum sem þjóð og raunverulega alheimssamfélagið að því að endurheimta vistkerfi í veröldinni og þar með talið á Íslandi og við eigum ótal tækifæri hér en það miðar hægt, þá er ég að tala í landgræðslu, í skógrækt, endurheimt votlendis og svo auðvitað þurfum við bara að draga úr losun. Það er raunverulega stóra málið og að því þú spyr hvort ég sé á móti þessu. Það er ýmislegt sem bendir til þess að aðferðir sem miðaði að binda í jörðu CO2 úr andrúmslofti hreinlega hægja á þeirri þróun að við höldum áfram að menga í skjóli þess að tækniminni rétt okkur. Já, það er raunverulega gefin kostur á að borga sig frá vandanum. Mér finnst samt svona það sem að liggur fyrir dálítið núna er greinilega að það er dálítið svona upplýsingaóreiða eins og kölluð er, þar að segja það virðist ekki vera að fyrirtæki eða stjórnvöld hafi upplýst fólk kannski alveg nægilega vel hvað er á seiði, hvað þetta fyrirtæki snýst og hvort þetta sé af hennu góða eða ekki og þetta er alltaf svona svolítið sami hluturinn, einhvern veginn svo að fara að gera eitthvað í gegn og þá vaknar fólk við og þá er eins og upplýsingar sé ekki af bara sé af skornum skammti. Þetta er alltaf bara mikið af upplýsingum og hver sækir bara það sem hann vill í það. Já, eða það skilur. Mér finnst fólk vera ráðvillt, svona þegar maður að skoða kommentakerfin, veit ekki alveg er þetta gott, er þetta vont og margt sem mælir greinilega með þessu en fólk er líka bangið, skilur. Tilraunir að hafa gefist vel og þetta lofar góðu en fólk er eðlilega hrætt. Hólmfríður, þú tókst þátt í ekki svona upphafskrifunum á þessu? Jú, ég tók þátt í upphafskrifunum á Carbfix-tækninni. Ég hóf störf hjá Orkuveitunni haustið 2007 og þá að verið að hefja svona samstarf vísindasamfélagsins beggja megin við Atlantshafið og svo vísindamanna hjá Háskóla Íslands og svo hjá Orkuveitunni að svona reyna að átta sig á því er þetta mögulegt,
að herma eftir því sem náttúran hefur gert í bara jarðhitasvæðunum og í berginu hér í árþúsundir, milljónir ára og það verður að segjast þegar ég byrja þarna að menn hefðu nú ekkert sérstaklega mikla trú á þessu en mér fannst þetta áhugavert og vildi starfa hjá Orkuveitunni af því að ég horfði á þetta sem loftslagsaðgerð að þarna væri mögulega hægt koma með fleira aðferðir eins og náttúrumiðju lausnirnar eins og Davíð að nefna, þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægt líka en það ekki bara ein lausn sem tekst á við loftslagsvandann en þess að við förum á stað og það sem mér fannst magnaðast í þessu að þarna var verið að leiða saman vísindafólk sem hafði ekki endilega verið að vinna á stórum skala út í náttúrunni og svo alveg frábært iðnaðarfólk innan Orkuveitunar og þarna kom hugvit, hugmyndir og svo kom verkvit og ég segi bara sko, jú þú getur fengið góða hugmynd en þú þarft fagfólk til þess að koma þessu í framkvæmd í skalanum 1:1 út í náttúrunni og við fórum í gegnum náttúrulega alls konar hægðir og lægðir en þetta tókst og árið 2014 þá reist loftreisistöð svona að það sem maður kallar bara iðnaðarskala til að hreinsa útblástur frá virkjunni og þannig að við erum búin að vera í 10 ár að dæla niður 25% af koldíoxíði frá virkjunni en líka það sem kom óvænt, ánæglega óvart var það að við vorum búin að berjast í því að stóra umhverfismál Orkuveituna var á þessum tíma losun brennisteinsvetnis út í andrúmsloftið og það leiðandi að lykta brennisteinsvetninu þess vegna ferðaði taugarnar á okkur. Það fer líka illa í lungunni á mörgum. Já og mér finnst þetta mér verður óglætt ef ég finn mikla brennisteinsvetni. Þetta eitur í háum styrk og þá og við vitum ekki kannski hvað við gerum ef við setjum yfir byggð lágan styrk í 100 ár. Nei, og þá hugsaum við, í hverju erum við best? Við erum ekki læknar, við erum ekki lungnalæknar, við erum ekki að fylgjast með heilsufari fólks, en við kunnum að virkja jarðhita og við kunnum að eiga með borholur, við vitum hvað að gerast niður í berggrunninum, þá skulum við athuga, getum við ekki dælt brennisteinsvetninu niður leið og koldíoxíðinu og það gerðum við og það tókst þannig að það verður úr þessu koldíoxíðverkefni bara meiri háttar tæknilaust sem tekur á stærsta umhverfisvanda Orkuveitunar á þeim tíma. En núna það sem að gerast í Hafnarfirði á allt skala. Nú þetta orðið bara business á að fara að Það stofnað þetta litla félag sem samastóð að mér einni fyrir 16 árum og svo iðnaðarfólki og vísindafólki að það orðið að dótturfélagi af því að það við vitum það að sprotafyrirtæki það ekki nema að brota þeim sem að ná árangri þetta náði árangri og þetta náði árangri á mjög sérstökum tíma í íslensku samfélagi og hjá Orkuveitunni, því hvað var að gerast meðan við vorum að vinna í þessu verkefni? Það var verið að segja að 30% af starfsfólki Orkuveitunar. Þetta verkefni fékk að lifa. Það var verið að safna vísindagögnum og þess vegna það svo mikilvægt. Við erum að horfa á gögnin. Elta gögnin. Hvað segja þau okkur það hvernig til tekst? Og þetta tókst. Og þegar ég horfi tilbaka, því að ég er nú engin kjúklingur lengur, að mér finnst bara alveg ótrúlegt að svona þegar ég fer yfir farin veg hvað þetta tókst. En það var líka frábært fólk og ég bara þreytist ekki á að hrósa iðnaðarfólkinu okkar. En þetta ekki ótrúlega mikill kostnaður við að koma til dæmis litlu magni af skaðlegum efnum á jörðina? Hinga til í 200 ár
þá hefur mannskepnan fengið leyfi til að menga án þess að greiða fyrir það. Nú komið að skuldadögum og það kostar að taka á mengun og það kostar að hreinsa og við erum bara þannig í okkar eðli mörg að okkar athafnir hafa áhrif neikvæð en líka stundum jákvæð. Má einu aðeins koma inn á þetta því að þetta verkefni, Karlvíksverkefni í Hafnarfirði og ég hef fylgst með því alveg alla tíð og hef fundist þetta, tæknihliðin á þessu er frábær finnst mér og stórkostleg og fengið margar kynningar hjá Karlvíks. Sko málið þetta snýst nefnilega þrennt, þetta snýst loftslagsmál, þetta snýst umhverfismál og svo er unni samfélag eða lýðræði í rauninni, þetta svona 3 vinklar. Það sem ég hef lært af þessu og á þessu ári rúmu sem þetta hefur verið í bígerð í Hafnarfirði er að loftslagsmál og umhverfismál er ekki endilega sami hluturinn. Ég held það. Ég held að loftslagi væri partur af umhverfinu og ég held einhvern veginn að þetta væri ein heild. Það er rétt hjá þér. Já, en aftur á móti þegar... Loftslagið er hlutið af umhverfinu. Nákvæmlega þetta er það sem ég held. En það sem ég hef lært á síðustu vikum og mánuðum er það að það er tilhneiging til þess að skipta þessu upp. Annars vegar loftslagsmál. Loftslagsmálin held ég í huga meginþorra Íslendinga er ekki eins áþreifanlegur hlutur og kannski hjá fólki erlendis þar sem að sumrin eru að fara upp í 40-45 gráður og það, fólk finnur raunverulega fyrir loftslagsbreytingum. Í Hafnarfirði hefur sumari verið kalt og fólk í Hafnarfirði hugsar við finnum ekkert áþreifanlega fyrir loftslagsvandanum. En aftur á móti þá finnum við og sjáum okkur þykir vænt landið okkar. Og ég held að mér finnst ég hafa orðis áskynja að Íslendingar eða svona almenn borgari bara þykir mjög vænt landið sitt og vill alls ekki sjá eitthvað dælt í það eða eitthvað sem er óvíst og allt það. En af því að loftslagsmálin eru ekki áþreifanleg hér, þá hefur kannski fólk minni áhuga á þessum málaflokki hér en hefur áhuga á umhverfismálum sem snýr kannski að landinu og jörðinni og vatninu. Þetta getur náttúrulega líka verið bara menningarlegt að við eigum landvernd og fleira sem eru í grunninn til byggða á baráttu fyrir því að vernda náttúru. Já, og svo kemur þetta með lýðræðisvinkilinn eða samfélagsvinkilinn sem er partur af þessu verkefni og þar er heldur betur komin svolítil babbibátinn, eins og maður segir, að það er hvernig á að eiga í samskiptum við samfélagið sem að er með heimili sín í túnfætunum við þessar niðurdælingastöðvar. Og ég hef sagt það líka að fólki á völlunum er búið núna í 2 ár að búa við erfitt ástand. Það er búið að vera jarðhræringar og eldsumbrot. Það er raunverulegu möguleiki á að eitthvað gerist í Krýsuvík sem er nú rétt hjá okkur. Fólk er búið að vera hrætt. Ég skil það bara mjög vel. Já, bara einfallega af þeirri ástæðu finnst manni kannski staðsetningin líka skrítin. Skilurðu, er þetta ekki bara dálítið svona krítískt svæði? Ef ég má segja, ég held að fyrir 2 árum síðan þá var þetta kannski ídealt. Í dag þá er þetta kannski ekki eins mikið, þannig að ég ætla nú kannski að leyfa sérfræðingnum að ræða þetta. Já, ef ég fer að síða því þú nefnir þetta er kannski ekki endilega eins og raunverulegt fyrir okkur eða við finnum ekki fyrir loftslagsmálunum eða áhrifunum á okkar skinni eins og víða annar staðar en við gerum það, við hlustum bara unga fólkið okkar og það hafa verið gerða kannanir þar sem að ungt fólk virkilega er að hugsa til loftslagsmálana og við höfum til dæmis í Orkuveitunni verið að meta áhættu af loftslagsmálum. Við erum að reka fráveitu. Það er hækkun sjávar. Við erum að reka vatnsveitu. Eftir því sem hitastig hækkar, að þá hækkar líka hitinn í vatnsleiðslunum okkar og það getur orðið örveruvöxtur þar. Við þurfum og hitaveitunum, við vitum ekki hvort að kólnar eða hlýnar á Íslandi, en við viljum nú gjarnan hafa þokkalegan hita hjá okkur. Þannig að sko það eru mjög margar loftslagsáhættur sem eru þegar farnar að skella á okkur og eins og upp á Hellisheiði, það er meira eldingaveður þessi árin heldur en hefur verið nokkuð tíman áður. En þú getur alveg verið meðvituð þetta á þess að telja sko þetta verkefni sé snjallt.
Já. Það ekki bara loftslags afneitarar sem á móti þessu verkefni? Nei, svo það af því við vorum að tala um staðsetningu og það alveg rétt eins og kom fram hjá þér áðan, þetta stór skali. Við erum núna til dæmis á næsta ári, þá erum við að skala upp á Hellisheiði frekari lofthreinsun. Það heilmikið skölun. Þetta stærra verkefni kvótaterminal við Hafnarfjörð og þegar að farið að undirbúa staðsetninguna þá horfa menn til þess líka því það verið að taka á loftslagsvanda. Einhver iðnaður sem að losar koldíoxíð sem að mögulega væri hægt að fanga koldíoxíð úr og dæla niður nálagt. Og þar erum við með álverið í Straumsvík sem að hefur verið bara í túnfæti Hafnfirðinga frá 1968. Það stórt iðnaðarsvæði sem hefur nú ekkert endilega verið svona augnaðindi að þá horft til þess að það raskað að stóru hluta raskasvæði reyndar hluti af þeim borplönum sem verið að horfa til í 4. áfanga inni á óröskuðum svæðum, inni á hrauni sem að hefur verndargildi á nútíma hrauni. Og svo verið að horfa til grunnvatnsstraumsins. Það einn stærsta ferskvatnsá landsins sem að flæðir út í Straumsvík og að við séum þá að afla okkur þar vass langt frá vassbólunum á höfuðborgarsvæðinu. Ég líka að hugsa umhverfismál vassveitunar sem eitt af dótturfélögum orkuveitunar. Þannig að það verið að taka úr grunnvatnsstraumnum niður við sjó og vonandi getum við nota sjó til þess að leysa koldíoxíðið upp. Þannig að það horft til einmitt þarna stóriðja. Það ekki komin tækni ennþá til að fanga úr álverinu í Straumsvík en ég bind bara mikla vonu við að vísinda fólki í áliðnaðinum nái svona konsentreröðu koldíoxíði áður en langt líður en þarna iðnaðarsvæði og þarna vatn. Þannig að Davíð með athugasemdir. Já, nei, mér langar bara að kommenta það sem að koma hérna fram og takk ykkur fyrir þetta. Ég ræddi mér aðeins, fannst mér loftslagsmálin svona í víðu samhengi og ég hef svo sem ekkert farið lengt með það hérna. Ég talsmaður náttúrumeðurlausna frekar en tæknilausna. Ég tel vænlegir árangur svo ég held að almennt séu við þar. Og það þetta... Og meira að segja að séu tæknilausnir getur verið hættulegar. Já, geta þá einhverju. Til falska hugmyndum það að við losnum við eitt. Ekki bara ég, það varað við þessu á þessum nótum. Og það sem ég vildi líka nefna í þessu það að fjármagnið og effortið, það færist allt að tæknilegu lausnum. Meðan sitja náttúrumeðurlausnar á hakanum. Þarna að tala verkefni sem að ég hef fengið hæstastyrk sem að heyrst hefur bara allavega hérna á Íslandi. 15 milljarðar. Við Hafnfirðingar eru tilbúin til þess að fara bæta við öðrum 15 milljörðum í höfn, þannig að hann að tala 30 milljarða. En á sama tíma bara stór mál að fá 300 skall fyrir áburðarpokum. Eða hvað þá land til þess að endurheimta. Við eigum náttúrulegar kolefnismiðstöðvar allt land. Svo ættum heldur að mínu viti að kveiki og svo langar maður aðeins að kommenta. Má ég að spyrja af hverju beinist fjármagni í svona verkefni en ekki hinn? Af því að þar með hægt að við fórum svo sem alveg inn á það. Þarna verið að gefa fyrirtækjum tækifæri á að borga sig frá vandanum. Halda áfram að menga og henda peningum. Ekki að draga úr losun, heldur halda áfram óbreyttu. En það ekki alltaf lægi? Ég meina, mér finnst það ekki í lagi. Ég bara, svo ég segi rökin eru þau að ég held að sé allir sammála um það að mannkyni verður að draga úr losun. Ég bara ekki heyrt neitt og ég held að við séum öll sammála það hérna skilur og minnka sóun. Og svo annað sem ég langa að koma inn á. Sko, varðandi þetta verkefni, ég held að íbúar í Hafnarfirði og ekki síst íbúar sem búa næst þessu verkefni, þeir vilja sjálfsögðu axla ábyrgð á loftslagsmálum eins og allir aðrir. Það ekkert að efast um það. En þeir náttúrulega blöskrar nálægðin við verkefnið og því svo óvissa sem því fylgir vegna þess að hún sannarlega til staðar og vel dokumentuð í umhverfismati. Og þeim blöskrar líka hreinlega samráðsleysi. Hver áhættan? Það sem að snertir og virðist snerta fólk helst þessi skjálfta hætta og þessi trigger að örfaða skjálftaverkni sem getur fyllt niðurdælingunni og það auðvitað verið að reyna að draga úr þessari hættu með að miðla upplýsingum og annað
að þetta sé hreinlega ekki svona mikið og þá komum við kannski því sem að Jón var að benda á áðan, sem sem sagt samráðið. Samráð fyrirtækisins og samráð sveitafélagsins. Það hefur hreinlega ekki skilað árangri til þessa. Fyrirtækin hefur ekki tekist að slá á þessa óvissu í augum íbúa, slá á áhyggjur þeirra. Og sveitafélaginu hefur að mínu viti gjörsamlega mistekist allt samráð. Allavega staðan eins og hún núna. Það ólga í bænum eins og hefur komið fram í fjölmiðlum. Ríflega 5.000 manns hafa skrifað sig á mótmælista og það þarf mikið til að fá fólk til að skrifa á mótmælista. Og það þýðir það að það hefur ekki tekist að slá á þessar öldur. Já, bæjarstjórinn í Hafnarfirði, hún hefur nú fullyrt það að gera það í þætti með þér og Sprengisandinn síðustu helgi að það eru nú ekki anað út í neitt og Hafnfirðingar verður nú ekki að fara að taka lán fyrir þessari höfn, þannig að það er ennþá óvíst hvernig á að byggja upp þessa starfsemi, hver mun greiða fyrir höfnuna til dæmis. Ef þetta er ekki, ég fannst þú eins og þú hristir svolítið hausinn, eykur þetta ekki skjálftavirkni, eða hvað? Ég skulum segja að ég hafi sagt nei með höfuðhreyfingunni. Já, þú gerðir það. Ég talaði ekki onni það svo. Já. En ekki hrista hausinn, sko. En maður heyrir það að fólk hrætt við það að það séu áhrifin að þessu. Sko, og maður skilur það. Við erum í Hafnarfirði mjög nálagt Reykjanesskaganum þar sem hafa verið eldsumbrot. En hefur það engin áhrif, nú bara þessi eldgos undanfarna mánuði, hefur það engin áhrif á það að hugsanlega sé þessi staðsetning kannski bara alveg galin, þótt fyrirtæki sjálft sé kannski að gera góða hluti? Sko, það hefur verið skoðað og við höfum fengið þá þriðja aðila, ekki okkur sjálf, til þess að meta það hverjar líkurnar eru á að það verði skjálftar. Þær hólur sem verið að dæla niður, þær ná niður á eitthvað 500 til 1000 metra. Upp á Hellisheiði erum við að dæla niður í hólur sem ná miklu dýpra niður. Berggrunnurinn, svona ofalega, nær ekki að mynda spennu sem veldur örvaðri skjálftavirkni eins og það er kallað. Og það hefur þegar sem að gera mann svona örugari, það hefur þegar verið boraðar rannsóknarhólur í tengslum við þetta verkefni við Straumsvík, dælt vatni á þessar hólur, að það hefur ekki borið á neinni skjálftavirkni. Í kjölfarið? Nei. Hvorki á meðan á því stóð, ég heldur eftir á og við hjá Orkuveitunni erum búin að bora mjög margar hólur og dæla niður í mjög margar hólur við virkjanirnar okkar og vitum, og þar erum við með miklu dýpri niðurdælingu, vitum hvernig við eigum að hægða okkur þannig að lágmarka skjálftavirkni á svæði sem er bara alveg við Eldfjall, sem er hengillinn. Þannig að við óttumst þetta ekki, en við skulum ekki heldur gera samt lítið út úr því að fólk geti haft áhyggjur og það er eðlilegt að spyrja þær, en þá segi ég alltaf hvaða gögn eru til staðar til að sannreyna það að það sem haldið er fram sé rétt. Ég bara velta einu fyrir mér því að við erum vel saman það þurfa allar hendur á dekk og það þarf að aðhafast ýmislegt, en eins og þú bendir á þá er svona sérdæld við tæknilausnir umfram aðrar lausnir. Þarf ekki vera meira jafnræði í þessu eða eigum við alltaf að hlaupa og styðja tæknivætustu hugmyndirnar? Og svo er annað, því að þú nefndir þetta í gær að það væri hugsanlegt að nota sjó til þess að gera þetta en ekki ferskva. Og þá veltir maður þessi fyrir sig, ef að Carbfix er svona frábært, akkur er ekki bara Carbfix að fara að fransesa sig alla veröld, þá getur bara hvert heimaland nýtt sér þessa tækni. Af hverju ætlum við að fara að gera þetta á stórum skala? Má ég skjóta inn í áður? Bara við skulum hafa alveg á hreinu. Það er ekki verið að kynna hugmyndur að nota sjó til þess að dæla niður. Nei, ég veit það. Heldur straumvatn núna. Ég veit það. Það er ekki verið að kynna hugmyndur það að fanga frá Straumsvík eða einhverjum öðrum miðinnaði, heldur flytjónum inn til landsins. Við getum hins vegar verið jákvæð fyrir því að einhver tíman mögulega verði annað kostur, en höldum okkur bara við staðreyndir. Já, einmitt. Þetta verkefni, það er kynnt í 4 áföngum og eins og við gerðum í raun og veru á Hellisheiði, það var byrjað smátt og skalað upp og við lærðum á reynslunni og þeim gögnum sem við öfluðum. Það er nákvæmlega sama aðferðafræði sem er notuð við Straumsvík og það verður ekkert haldið áfram
eftir til dæmis fyrsta áfangan sem langminnstur fyrr en að búið að leggjast yfir þau gögn sem að verður safnað og aflað reynslu af rekstri og að við séum sátt við það. En 15 milljarða höfn hljómar ekki eins og svona einhver baby steps. Það ekki smá tilraun, sko. Má ég kannski aðeins koma inn á það? Já, þessu vel. Sko, það samdóma álit að ég held allra þeirra sem sitt í bæjarstjórn. Við erum öll sammála því að bærinn ætlar ekki að skuldsetja sig fyrir þetta verkefni. Það bara alveg á hreinu. Þannig að þegar til að slá á þær áhyggjur fólks. En ætlar hann að gefa þá land fyrir höfn, fyrir því að vil byggja höfn að má eiga landið? Nei, það voru aldrei gefið neitt land. Hver á að grafa höfnina, hvað sagt? Sko, það þetta að reka höfn með ýmsu móti, það þetta einkafyrirtæki geta gert það og það þetta að vera það í einhverjum partnership, sko. Það líklega í bæjarlandi, þannig að ef einkaaðili vill reka þessu 15 milljarða höfn, þá má það. Það alveg á hreinu og ég hef nú talað fyrir því lengi að ég vil stækka höfnin í Hafnarfirði. Ég tel að það sé komin tími, að það sé að verða tími á það að djúpristari skip og stærri skip geti siglt að. Það ekki hægt í Hafnarfjarðarhöfn eða í Reykjavíkurhöfn. Það hægt þarna við nægt dýpi þar. Ég held að sko fyrir Hafnarfjarðarbæ að vera með einn kúnna fyrir heila höfn, það allt of mikil áhætta. Og við erum búin að sjá slík ævintýri fara ansi illa eins og til dæmis í Helguvík og ég get alveg sagt það fyrir hönd Húsavík bara... Já, Húsavík að Hafnarfjarðarbær ekki að fara að taka einhverja fjárhagslega áhættu út af þessu. Boltinn þar með hjá Carbfix hvað þau vilja gera eða telja sig geta gert. Það mun síðan leiða til einhverja viðræðina en eins og staðan í dag þá held ég enginn að fara að samþekkja það að fara út í svona fjárhagsævintýri. En þetta með tæknina sem virkar vel fyrir orkuveituna upp á Hellisheiði og það því miður ekki ennþá komin tækni til þess að gera það sama fyrir álverið og hljóma svolítið þetta sé sniðu tækni að ef þú reyðir sér álverið þá verður að hafa þetta með og bara fara ekkert út í umhverfið, bara dælir svo í jörðina. En það annað svolítið að við séum að verða eitthvað svona öskuhugur heimsins þess að vera að flytja hingað Já, það í sjálfu sér sjálft svo óumhverfisvænt Indverjar eru svolítið í þessu að taka við skipsskrokka. Erum við eitthvað svona endastöð fyrir eitthvað ógeð sem enginn vill hafa nálægt sér? Já, það stórt sagt. En það hefði verið mest ídeal ef þessi tækni væri komin og það hefði verið hægt að fanga frá álverinu. Hún ekki fyrir hendi, þannig að það brugðið á það ráð að flytja inn koldíoxíð með því skilyrði að það komi frá iðnaði sem að ekki getur með hægu móti breytt sínum framleiðsluferlum í orkuskiptum. Það að segja sementiðnaðurinn og stáliðnaðurinn. Svo þau getur haldið áfram að menga? Nú það svo að við, bara ef ég horfi á orkuveituna, við þurfum heilmikið stál í hitaveitulagnir og höfum þurft það í gegnum áratugina. Allt íslenska samfélagið reiðir sig á sement sem flutt inn. Þannig að þetta eru vörur og það að það sé eftirspurn hér á landi eftir þessum vörum kallaður á að það séu framleiddar annar staðar með tilheyrandi mengun. Og það sett skilyrði það að það koldíoxíð sem verður flutningar til landsins komi frá þessum iðnaði þar sem að eftirspurn okkar sannanlega fyrir hendi. Þannig að við séum að greiða skuldir okkar til umhverfis vegna okkar stál og sementinnotkunar. Það má orða það þannig. En ástæðan fyrir því að það verið að gera þetta hérna heima svo, við erum með frábært berg. Þar sem að koldíoxíð á auðvelt með að tala við og mynda steindir og vera bundið varanlega. Það eru mjög
fáar aðferðir til í dag sem binda varanlega og því miður ekki varanleg binding eins og í trjágróðri. Ég nú líffræðingur í grunninn. Það endar á því að trén falla og brotna niður en þetta helst í jarðveginu líka. Þannig að tæknilausnirnar ekki nægjar og ég skil það hjá þér að auðvitað erfitt að horfa upp á það að það sé ekki sett meira fjármagn í náttúrumiðaða lausnir. Það galið því að stærsta losunin frá Íslandi losun meðal annars frá votlendi. Það ekki að græða á því, sko. Og þá það spurningin, eigum við að láta, sko... Já, það alltaf spurningin vörnina sem við þurfum að fara í og aðgerðina sem við fara í, eigum við að láta lausninnar ráðast að því hver getur grætt á því. Eigum við að láta, kapitalistanna, eins og við orðum það, þegar við sitjum á rauðaborðið, sem að koma okkur í þennan vanda, þeir lausnin. Það alveg hárrétt hjá þér að kapitalismin hefur komið okkur í þennan vanda, en þetta ein af lausnunum. Þetta ekki eina lausnin. Hér við að láta bara kerfi sem kom okkur á annan stað eða kom okkur út úr í aftur. Og mér finnst það bara ekki sannfærandi. Ég ætla að vona, ég nú ekki pólitíkus. Heldur ég sérfræðingur í umhverfismálum. Og ég nota kosningarétt minn til að kjósa fólk, til að taka ákvarðanir og vonandi góðar ákvarðanir. Ég veiti þeim mitt umboð með mínu kosningarétti, meðal annars þér. Takk fyrir atkvæðið. Já, ég ætla nú ekki að tala það, en þú ert pólitíkus í Hafnarfirði, þar sem ég bý. Það náttúrulega grundvallaratriði í lýðræðislegu samfélagi að fólk kynni sér málin og skoði hlutina og verji fjármagnu okkar skattgreiðenda í verðu verkefni. En nú hafa íbúar í Hafnarfirði kynnt sér málið og þeir sætta sig ekki við þessi staðsendingu, allavega ekki 5.500 af þeim. Þetta eru 10 bortegar með 80 hólum. Og þeim blöskrar auðlindasóunin sem að fylgir verkefninu, þeim blöskrar umhverfisáhrifin, þeim blöskrar óvissan og þeim blöskrar líka fjárfestingarþörf fyrirtækisins, ekki síst hjá sveitafélaginu. Og það alveg ljóst að það verður ekki af kvóta án hafnarinnar og það verður engin höfn án kvóta. En við erum alltaf að tala sama hlutin. Já, höfnin klárlega tengd framkvæmd. Alltaf spurning það hvað þarf að fara í stóra höfn. Þú veist meira en það heldur en ég. Ég veit mest lítið þessa höfn. Já, hún nefnilega á tekniborðinu og hún á að, ef að verður, þá hún byggð í áföngum. Það það. Þegar að hún væri orðin, ef að virði, full í þeirri stærð sem hún á að vera, þá það eitthvað í kringum 12-15 miljardar. Fyrsti áfangi einhverjir 4-5 minni mig. En það breytir því ekki að Hafnarfjarðarbær sem slíkur ætlar ekki að fara í lántökur eða fara að taka áhættu varðandi bygginguna og það þarf þá að vinna það einhvern veginn öðruvísi. Ég veit ekki hvar það máli statt akkurat núna en það mál verður að vinna öðruvísi og heldur en kannski upphaflegu pælingarnar voru. Þú komst aðeins inn á þetta áðan að þetta snýst kvótaterminal. Það gert ráð fyrir að kvóta verði alltaf 90% notandi af höfninni. Það segir mig þá að það 10% þörf fyrir höfn. Þetta snýst fyrst og fremst þetta eina verkefni. Nei, bæjarstjórinn sagði að þetta myndi sennilega létta á þungaflutningi inn í bænum. Ég skil ekki alveg hvernig. Hafnarstjóri hefur nú alveg frætt okkur það, hann Lúðvík, og hann segir og það þessi þörf eða eftirspurn eftir stærra hafnasvæði jafnt og þétt búin að vera og það búið að vera á teikniborðinu ansi lengi. Áður en að kvóta terminalverkefnið kom til sögunar þá búið að vera umræður og samtal það að mögulega væri skynsamlegt að stækka Hafnarfjarðarhöfn þarna út við Straumsvík þar sem að dýpið nú mikið því að skipin að verða stærri en það ekki rétt að þörfin sé þá 10%. Ég myndi halda það ef að eins og tilstóð að við myndum Hafnarfjarðarbær byggja þessa höfn og svo færi kvótaterminal ekki eins og ætti að fara þá í rauninni væri alveg markaður fyrir það að nýta hafnaraðstöðuna í önnur verkefni.
gámahöfn eða taka það hafa ekki verið lögð nein gögn fram þessa þörf. Sammála því, hafnarstjóri, fyrirverandi bæjarstjóri Lúðvík Geirsson, hefur alveg fært rök fyrir þessu og við getum alveg meldt þau og rætt þau. En sko, þá í mínum huga, þá á uppbygging hafnarinnar að vera á forsendum Hafnarfjarðarbæjar og Hafnarfjarðarhafnar, en ekki eins fyrirtækis sem í áhættufjárfestingu og að því verið samkvæmt fréttum ekki fullmótað, ekki full fjármagnað. Þannig að, þú veist, hversu mikla áhættu eigum við að taka vegna þess að við höfum alveg brent okkur í Hafnarfirði á einkaframkvæmdum. Við erum búin að þurfa að kaupa aftur skóla og leikskóla og annað þegar farið var hérna í kringu 2000 í alls konar vinnu og uppbyggingu. Bókhaldsæfingar til þess að fegra útliti og það voru sömu flokkar þá sem að réðu. Algjörlega. Þú kemur nefnilega inn á svolítið góðan hlut þarna með þetta, sko, Hafnarfjarðarbær, sko, við erum Hafnarfjarðarbær, þetta hafnsækin. Það íta allir höfn út úr bænum, sko. Já, það var nú einu sinni var meira þess að kóti í Hafnarfirði, en það var nú sömu flokkar sem komið þannig fyrir að hann líklega á Akureyri. Nú hagstæðir að byggja íbúðar á höfninni heldur en að sigla skipum inn í Hafnarfirði. En Davíð kemur nefnilega Pælið því hvað Hafnfirðingar væri ríkir að þeir hefði ekki selt frá svo kótan. Segðu. En Davíð kemur inn á góðan punkt hérna, það nefnilega þetta sem og aftur í svolítið stærra samhengi að traust almennings held ég á stjórnsýslunni, á stjórnmálamönnum fer þverrandi, traust almennings á sérfræðingum fer minkandi því miður. Nú til dæmis verið að véfengja allavegana einhverjir Orkuveituna sem fyrirtæki í eigu Reykvíkinga og þar vinnur fjöldi frábæra sérfræðinga og vísindamanna. Þannig að þetta svona pínu mikrokosmó mynd af lýðræðinu, hvernig við erum að sjá svolítið traustið á hvort annað minnka. Hefði verið betra að bærinn hefði stigið inn og frætt fólk þetta? Ég ekkert viss það því að mér sýnist fólk ekki treysta skipulagsyfirvöldum í Hafnarfirði neitt sérstaklega vel, dæmin sanna það. Þannig að við erum dálítið að sjá það. Sem getur verið jákvætt í sjálfum sér, að fólk bara kingi ekki öllu sem því er sagt. Algjörlega. Við höfum lifað í virku gagnrýni Við höfum þessi tækifæri, ég meina það rúmt ár síðan ég talaði fyrst fyrir því að þetta færi í íbúakosningu. Þá fyrir tómum meirum. Ég hefði viljað það að þetta hefði verið tekið upp bara strax og fyrri stigum. Þannig að við værum ekki komin á þennan stað sem við erum núna. Það hefði getað þýtt það að kvótaverkefni hefði fengið bara fullan stuðning í íbúakosningu þá. Þá sætum við ekki hérna einhvern veginn með verkefni eins og það blasir við mér á bláþræði. Hérna, Hólmfríður, það má vel vera að þetta sé frábært verkefni, góð tækni og sniðugt fyrirtæki og allt í góðu. En Hafnfirðingar bara vilja ekki hafa þetta hjá sér. Þetta bara, við getum kosið hvort við höfum að leyfa áfengisveitingar í sjoppunni upp í Hólahverfi og þá segja allir bara nei, við viljum frekar bara hafa þetta niður í bæ, brennivínið. Við viljum ekki hafa þetta nálægt okkur. Ég vil bara, þetta er fínt verkefni, ég vil ekki hafa þetta hjá mér. Það getur verið niðurstaða. Já, það er bara, ef það verður farið í íbúakosningu. Já, það er bara lýðræðisleg aðgerð. Það liggur heldur ekki fyrir hver á að fjármagna þessa höfn, en þá Hafnarfjarðarbær ætlar ekki að gera það sjálfur. Fólk getur sagt nei, af bara óteljandi ástæðum. Einhverju vill frekar að séu áherslu okkur annar er hræddur við jarðskjálfta. Já, eiga íbúðir ekki að fá að kjósa þetta. Hvað ætlar að fara að enga við höfnin okkar, er það næsta skref og fólk getur sagt nei af alls konar ástæðum. Þannig að höfnunin getur verið það er ekki að vera höfnun á starfinu sem þú varst með fyrir 15 árum. Það er ekki höfnun á því hvort þetta virki eða virki ekki eða hvort þetta sé gott eða snjallt. Þetta hljóta lýðræðislega kjörni fulltrúar að taka ákvörðun Má ekki eitt líka í þessu, eins og maður skilur svona business planið í þessu, það að dæla niður 3 milljónum tonna í Hafnarfirði eitt og sér er kannski ekki stóra málið í öllu loftslagssamhenginu, en aftur á móti ef að það er hægt að gera útbúa svona niðurdælingastöðvar út allan heim, segjum 1000 eða 5000 svona stöðvar, þá kannski erum við að fara að sjá einhvern árangur. Er það ekki? Það er náttúrulega verið að horfa til framtíðar. Já. Og þetta er með fyrstu svona niðurdælingar höppum eins og eða svona svæðum.
Hefur Carbfix leitað fyrir sér annars staðar í heiminum með að gera slíka tilraunir? Já, Carbfix hefur verið að gera tilraunir í öðrum löndum með því að dæla niður, prófa sem sagt annars konar berg. En íslenska bergið alveg best í heimi. Loksins eitthvað best í heimi. Já, íslenska bergi skulum við segja er allavega nýtt berg og ferskt berg. Ég held að sé engin tilviljun að þetta verkefni er á þessum stað. Hugvitið er hérna eins og þú er búin að fara á Íslandi og þetta er auðvitað bara stórkvæsleg tækni að hraða náttúrulegum ferlum svona með góðu eða illu, hvað svo sem að það þýðir nákvæmlega. Verkefnið er í Hafnarfirði, fyrst og fremst vegna þess að þar eru þessi basaltlög, þar er vatnið. Er það forsenda fyrir þessari niðurdælingu? Það hlýtur að vera og þar er vatnið, þar er höfnin og þar eru afskaplega velviljuð bæjaryfirvöld, en þar er líka samfélag sem að býra á þessum stað og það hefur bara fullt af efasemdum. Og hefur sögu á því að hafna framkvæmdum eins og stækkun Straumsvíkur í Bókastöku. Já. En ef við mætti klára hérna síðan að segja, businessplani lítur að vera það að breiða út þennan boðskap til fleiri landa og þar sem að hérna það væri hægt að dæla niður nær þar sem upprunna mengunarinnar. Það lítur að vera að því að vísindalegi hlutin hefur gengið mjög vel. En hinn hlutin sem er í rauninni almannatengslin, að fá samfélögin til þess að vera með í þessu, hann hefur kannski ekki alveg náð í jafnlangt, skulum við segja. Sá hluti verkefnisins... Það verður ekki lagður eins mikill metnaður í það að samfæra fólk greinlega, því að fólk er mjög ósátt. Já, þannig að ég hef sagt líka fyrir Carbfix, að því að mér finnst þetta verkefni og þessi hugmynd og hérna fylgst með þessu, þetta er alveg ótrúlega merkilegt og ég vil því allt í besta. Ég held að þarna sé kjörutækifæri fyrir þessa deild innan Carbfix að læra af því hvernig staðið hefur að samskiptum við íbúa. Það hefur verið ágætis upplýsingagjöf til stjórnsýslunar og kjöruna fulltrúa en það eru bara örfáar hræður. En að tala við heilu hverfin og þúsundir einstaklinga og fá það með sér í lið, það er kannski núna verkefni Carbfix. Þegar að fyrirtækið er að tala við kjöruna fulltrúa, þá gæti fyrirtækið með þessi svo að þau var að tala við bæjarbúa, að þú væri fulltrúi bæjarbúa. Já. Og bara strandar þetta hjá þér. Já, greinilega... Ert þú einhvern veginn ekki í tengslum við bæjarbúa og þegar þú segir já og svona og þau trúa því já og þannig við erum búin að ná bæjarbúum, þá kemur í ljós að bæjarstjórnin var bara lost in space. Þetta kemur inn á það sem við vorum að segja áðan að það er svona, hérna, það er nú svona þverra tiltrú almennings á einmitt kjörna fulltrúa, þannig að það kannski stendur upp á stjórnsýsluna að skila betri upplýsingum til almennings sem að greinilega er ekki að gera. Þetta er frábær spurning. Sko, þegar að Carbfix kemur að máli við Hafnarfjarðarbæ fyrir 1,5–2 árum síðan eitthvað. Ég held að sé 3 ár síðan, þetta er búið að vera og það var haldinn upplýsingafundur sem ég fór á og ég held að það sé 1,5 eða 2 ár síðan, fyrstu fundurinn í Bæjarbíó. Þetta er svo fljótt. Það var nú farið alveg myndarlega af stað. Já, það var það og hérna... Það var í apríl í fyrra. Það upplýsingafundur í Bæjarbíó, já það er bara, tíminn er svo afstæðið, maður fljótur að gleyma. En það er þetta sko að skynja vilja bæjarbúa, sko við fyrstu sýn varðandi Carbfix og hvernig þetta er kynnt, þá hljómar þetta mjög vel og þetta er spennandi verkefni. Bæjaryfirvöld, meiri og minni hluti, samþykjum það að skrifa undir vilja yfirlýsingu sem er ekkert annað en það að sýna vilja í verki. Þetta er ekkert lengra komið en það raunverulega. Nei, það er líka það sem við þurfum aðeins að staldra við og hérna anda á henni í maga. Við erum í vilja yfirlýsingu og hún felst meðal annars í því að bærinn ákveður að samþykja það að fara í ákveðna vinnu, skipulagsvinnu, að hérna breyta aðalskipulag og deiliskipulag þannig að það megi þá vera þessir borðtegar og það hjálpar fyrirtækjunum til þess að halda áfram sinni vinnu. Lengra er þetta ekki komið. Bærinn er ekkert búinn að semja eitt eða neitt skuldbindandi við Carbfix. Það er ekki komið að því. Þess vegna hefur bæjarstjóri sagt að hérna, það er ekkert að kjósa. Ég er ósammála því. Það er eitthvað að kjósa. Ég vil og við í Viðreisn, við viljum fá fólkið bara inn að borðinu núna og teljum að þetta sé góður tímapunktur til þess. Það er ekki búið að gera neitt skuldbindandi samkomulag við Carbfix. Og greinilega bara nauðsynlegt að eyða miklu meiri tíma í upplýsingar til allra áður en að nokkuð meira gerist eða hvað. Og þetta er kannski ekki sannfærandi. Það er ekki sannfærandi að segja við fólk
við erum ekki búin að taka neina ákvarðanir, þetta bara viljayfirlýsing og jú, við skulum skoða það, kjósum þetta, en á sama tíma við halda áfram með verkefnið. Því að sko, við skulum ekki gleyma því að leið og þessar breytingar og deiliskipulaginu verða samþykktar, þegar það við lokið sínu ferli og verður samþykktar og borin ræða, þá farið að vísi því, já, þetta á skipulagi. Þetta stefna sveitarfélagsins. Þetta það sem ég að segja. Kjósum þetta. Þessi á þetta ekki sannfærandi. Já, við skulum sjá hvort að tillagan okkar verið samþykkt eða ekki, ég veit það ekki, en það sem við höfum lagt til akkúrat þetta, kjósum þetta áður en að skipulagið samþykkt, leyfum fólkinu að samþykkja það og höldum svo áfram. Jón vil fara svona svipað og sumir vilja fara í sambandi við Evrópusambandið, það var áður við förum í samningsviðræðurnar. En það eitt sem að ég var svona aðeins að lesa hvernig fólk að fjalla þetta. Það náttúrulega ótti við jarðskjálftana, en síðan það sko þetta séu svo gríðarleg sóun á fersku vatni í heimi þar sem vatnsskortur. Áin sem rennur hann undir. Ég man nú eftir að lasi að þetta væri bara, þetta gríðarlega á. 10.000 lítrar á sekúndu. Sem við getum ekki skilið. Það bara gríðarlegt. Þetta bara neðanjarðar áin. Þetta bara eins og þriðjungur af Amazon eða eitthvað. Ég treysti mér nú ekki til þess að segja það. En vatni sem að fer þannig niður. Þetta ekki bara lífæð norðursins? Þetta ekki bara lífæð norðursins? Það sóun á fersku vatni í heimi sem skortir vatn? Eða getur maður ekki nota vatni sem rennur undir Straumsvík í það sem vantar vatni í Englandi? Hvernig ekki bara notaður sjór? Af því að það verið að bíða eftir niðurstöðum hvort að það tekst. Það hefur líka verið hugsanlega, það hefur verið talað að það væri hægt að nota frárenslisvatn, þar að segja óhreint vatn til þess að gera þetta. Já, en hérna, eins og þetta hugsað í kvótaterminal, þá verið að dæla upp vatni, leysa koldíoxíðið upp í því, dæla því aftur niður, koldíoxíðið myndar svo efnasambönd við bergið, eftir situr vatnið. Þannig að því er skilað aftur niður í grunnvatnsstrauminn. Það kemur aftur, þannig að við höfum eftir að drekka þetta vatn Nei, við erum að afla neysluvatns kílómetrum fyrir ofan höfuðborgarsvæðið. Og það er iðnaðarsvæði sem liggur þarna niður á strönd. Og Hafnarfjarðarbær myndi nú væntanlega seint fara að setja neysluvatnsból á iðnaðarsvæði, það sem alls konar iðnaður. Við erum blessunarlega með frábær vatnsból hér í upplandi höfuðborgarsvæðisins. Við erum gnægtir af vatni, okkur munar ekkert að setja það í þetta. Okkur munar, ég tek undir það, okkur munar ekki að setja það í þetta, en vatninu er skilað aftur tilbaka. Þetta er stór grunnvatnsstraumur, meðan við erum að skoða það hvernig þetta gengur. Við vitum að það gengur með ferskvatni. En það er verið að gera og vinna úr tilraunum með sjó. Og það er náttúrulega sjórinn sem loftslagsaðgerð, þá Carbfix sé loftslagsaðgerð á heimsvísu, gnægð sjávar eins og til dæmis við Indland. Það sem eru líka basalt berglög. Það með til Indlandshaf? Já, og svo erum við með úthafsryggina ef farið út í það. En við erum lánsöm á Íslandi að vera með gnægð vatns, en það þýðir það ekki að við eigum að fara illa með það, en við teljum að því sé vel varið í fyrstu áfangana í kvótaterminal. En það samt ekki, að því þetta eitt af svona auðlundunum okkar? Vatnið er mikilvægasta auðlindin okkar. Og einhver getur séð fyrir sig að við myndum flytjað út, en auðvitað verður ekki þannig. Við munum gera eitthvað á Íslandi sem að þarf mikið af fersku vatni, sem að aðrir get ekki lengur gert vegna þess að þá skortir ferskt vatn. Og ég veit ekki hvað það er, en manni finnst það svona ólíklegt að það verði einhvern veginn að prumpa þessu ofan í jarðveginn aftur. Við getum til minnst nota allt þetta ferskvatn til að rækta upp heilmikið af matvælum fyrir veröldina. Já, hérna er sérfræðingur í vatni. Nei, alls ekki sérfræðingur í vatni, og ég var nú eiginlega vonast að þú myndir leiðrétta þetta með ef ég fyrir eitthvað út fyrir ramman. Sko, þegar þetta verkefni er fyrst kynnt, þá er það hugsað á lóð álversins í Straumsvík. Gengt álverinu sunnan Reykjanesbrautar. Síðan þetta verkefni hefur það færst upp eftir öllum Krýsuvíkurveginum og í gegnum iðnaðarhverfið, nærri íbúabyggðinni og svo í Óraskarhraun, ég held séni 3 teigar eða eitthvað eins og þú nefndir áðan. Og eftir því mér skilst að þá sé hluti af því að
ferskvatni hafi verið blandað jarðsjó og ekki gengið jafnvel að pumpa þessu niður. Það er það sem ég les út úr þeim gögnum sem ég hef séð til þessa. En varðandi vatn og vatnssóun, eitt sem langar að taka í sambandi þetta. Sko, ef við tökum þetta gríðarlega magn sem að stendur til að nota þarna, út úr líffræðilegum eða sem sagt náttúrulegum ferlum, þá vitum við ekki fullkomlega hvaða áhrif það hefur. Og ef við dælum því aftur, og ætlum þar að lenda einhvern veginn að fara að nota það aftur, þá erum við að dæla því dýpra heldur en það er tekið úr. Hvaða áhrif hefur það? Ég veit það ekki. Þessar líkanreikningar sem eru notaðir, og líkanreikningar eru nú einfallega alltaf spár eins og veðurspár, það eru bara spár, en benda til þess að fyrsti áfanginn muni ekki hafa áhrif á eins og... En þetta eru 4 áfangar. Já, ég er að tala um fyrsta áfangan. Það verður ekki farið í seinni áfanga nema að vel ígrunduðu máli. Það eru vísindin á bakvið þetta og vísindafólk innan félags og líka í samfélagin í fagstofnunum sem að koma að þessu taka ákvarðanir á grundvelli gagna, elta gögnin. Eðlilega, en mér langaði bara að klára þess ég ætlaði að segja vatnið, að við þurfum líka að skoða þessa gríðalegu ásókn sem er í vatnið á Reykjanesi nú þegar. Það eru landeldi þarna hvert við annað, það er gríðalega átöppun fyrirhöguð á þess að það er kannski ómögulega á öðru vatnasviði en í kringum tengslum við Þorlákshöfn. Þarna er gríðaleg uppdæling. Við erum að fikta og sækja heitt og kalt vatn í óðbóðslegu og áður óheyrðum kvarða. Og þessa hluti verður að setja í samhengi í tengslum við þetta verkefni. Í mínum hug. Já, sem er gert. Það eru mörgu spurningum ósvarað. Kannski sumum spurningum eru ofsvarað með mörgu ólíku svörum sem að... Má ég kannski nefna eitt kannski í loki þetta með þetta að kannski er eitt sem að okkur skortir og við þurfum kannski að vinna samhliða þessu verkefni. Það er öflugur lagarammi niðurdælingu. Það er vissulega lagarammi sem við höfum fengið frá Evrópu sem er í gildi hér en kannski þurfum við að horfa til Alþingis og fá sterkan og góðan lagaramma utan þetta. Ég held að við höfum kannski trassað það. Það er eins og margt er á Íslandi að það er ekki fyrir hyggjunni fyrir að fara hjá okkur alltaf. Nei. Það er vaðið út í þessu að það komin lagarammi, við þekkjum það á fiskkeldinu og víðar. Og liggur svona óskaplega mikið á, mér finnst það nú kannski svona stóra spurning. Jörðin er að fara til helvítis. Ég verð að koma inn í þetta, það er náttúrulega verið að vinna í þessu og búið að setja fram þennan ramma sem er svo í yfirlestri hjá ESA ef ég skil það rétt sko. Þannig að nú sannanlega eru lögfræðingarnir okkar að vinna í þessu. Við ætlum að halda áfram að tala um þetta mál á næstu vikum að þetta er mjög áhugavert mál. Tengist jarðfræði og lýðræði og það er ekki oft sem að það hittist. En ég var búinn að spyrja þá Jón vill kjósa og hann ætlar að segja já takk. Davíð vill kjósa og hann ætlar að segja nei takk. Vilt þú kjósa? Það verður íbákostning? Ég mun kjósa ef að... Og hvað ætlar að kjósa? Ég mun kjósa með verkefninu. Já. Skilur. En ég mun, já. Má ég láta eins og ég væri Ég var ekki að tala fyrir því. Nei, ég veit. Ég er út að granda. Það er ekki að kjósa. Nei, sko, ég segi bara... Ég er bara manneskju... Ertu ekki heiðursafninggur? Nei, ég er ekki heiðursafninggur. Það var Stefán Karlsson. Ég er fæddur í Hafnarfirði. Já. Nei, en sko, á þessum tímapunkti, þá finnst mér bara sem íbúa ég ekki geta kosið. Mér finnst ég ekki hafa næga upplýsingu til þess að geta metið það. Og það er þá á vegum kjörinna fulltrúa að standa sér betur í stykkinu með að upplýsa almenning og ég trú ekki alveg á tillöguna ennþá. Ég trú ekki á fyrirtækið og ég er náttúrulega engin sérfræðingur en mér finnst þetta eiginlega allt saman dálítið lygilegt og mér finnst skrítið persónulega að það sé sniðugt að fara að flytja drullu álfan á milli til þess að tróðin hérna niður og mér eins og mörgum bráð þegar ég sá svona hvernig þetta var hugsað í skölunni gegnum allt flekarsvæði landsins bara yfir allt landið að við ættum að fara að taka á móti þessari drullu í stórum stíl og nota okkar ferskvatni í þetta. Mér finnst þetta ekki líta vel út en ég er alveg til í að skipta skoðun ef það er hægt að samfæra mig. En það ég er ekki samfærð. Það er kostur við kostingar að þá fer fram kostingabarátta. Já. Og þá eiginlega og ég eins og margir
ég treysti illa kjörnum fulltrúum, alveg saman hvaða flokkið erum, þannig að ég sem borgari myndi heimta betri upplýsingu. En sjáðu sem að mér finnst frábært. Kostingar bara átt á að vera til þess að ná fram upplýsingum. Já. Mér finnst eitt sem að mér hefur fundist frábært núna á undanförnum vikum og ég bara hrósa Davíð og félögum fyrir að vera með þessa Facebook síðu og koma þessari umræðu af stað. Ég hef líka fundið að það er komin eitthvað rétt tæpik að þá setti ég grein í blaðið það að við í Viðreisn ætluðum að óska eftir íbúakosningu eða láta kjósum það. Síðan þá hefur umræðan málið verið gríðarlega mikil og það að við séum hér, takk sé ykkur, er frábært. Þetta er vonandi fyrsta skrefið í að dýpka umræðuna og ná fram alvöru samtali. Þannig að ég segi bara að lýðræðislega umræðum verkefnið hefur aldrei verið meiri en núna á undanförnum vikum og það er gott. Já, ég vil bara minna á að það eru spurningar og svör á heimasíðu Carbfix sem að tekur á öllum þáttum. Eru svipuð fyrirtæki, eru samkeppnishæf fyrirtæki við Carbfix af störfum í heiminum í dag? Það er Petra Nova var svona fyrirtæki sem var í Bandaríkjunum og hætti starfsemi fyrir nokkrum árum vegna þess að þeir náðu ekki að fanga jafn mikið á kolvetni eins og þeir ætluðu sér en hafa núna fengið brautargengi. Já, þeir ætla að veiða og koma því ofan í jörðu líka, ég hef bara svona velta fyrir mér svona. Carbfix aðferðin hefur verið sannreynd undanfarið næstu því 2 áratugi á Hellisheiði, margsannreynd, skrifað verkefnið ritrýndar greinar. Það eru veitti styrkir í þetta verkefni og það er algjör þvottakvörn að fara í gegnum svoleiðis, eins og ég segi bara gæða mat, það kemst ekkert hvaða verkefni í gegnum svoleiðis, þannig að þetta er ekkert tilraunaverkefni. Nei. Herðu, en við ætlum að, eins og ég sagði, ætlum að halda áfram að ræða þetta hérna á næstu vikum og ég slæði botnin í þetta núna. Takk kærlega fyrir komuna, íbúar Hafnfirðinga. Gablarar, eða það, kallið ykkur gablara? Já. Ég er nú aðfluttur anskoti. Já, ég fæ ekki að kalla mig gablara. Nei. Ég geti gert það. Davíð, Hólmfríður og Jón, kærar þakkir, en Steinun, hún situr hérna eftir. Takk fyrir komuna. Hérna eftir arfskama stund verður næsti kafli í leit okkar að einhverjum skilningi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, heyrðu, þetta er lokinn á þættinum í kvöld, þessari sumarútgáfu af Rauðaborðinu. Steinun, þú hefur verið þarna í hvað? Ég veit ekki, starfskynningu? Já, ég er búin að vera í starfskynningu. Æfingu? Já, starfskynningu. Hvernig finnst þetta gaman? Já, mér finnst mjög gaman. Mér finnst mjög gaman að fræðast og spjalla eitt og annað og ég er forvitin samfélagið okkar og ég bara held að fólk sé það almennt og þess vegna held ég að svona umræðu þættir með fólki alls þar að skipti mjög miklu máli. Þetta er eins og að vinna við það bara að sitja við vaxdúkað eldhúsborð í sveita eldhúsi og taka út gestum. Þú ert miklu svona dugleira við þær upplýsingum heldur en ég. Ég get þá verið svona eins og barnið í hópnum sem spyr allara bjánalegu spurninguna. Já, það er ekki þannig. Nei, en ég er að segja að það er bara allt í lagi að vita ekki og frekar en að bara treysta því að aðrir sé að segja það satt, þá er mjög mikilvægt að spyrja sjálfur spurninga og ég held að það sé mitt hlutverk hér að spyrja spurningana sem að fólk kannski þorir ekki að spyrja því að vil ekki láta koma upp. Svo bókin allt sem þú vildir vita kynlíf en þorður ekki að spyrja. Já, nákvæmlega. Og myndin eftir að út í allen. Einmitt, ég er ennþá að hugsa þetta sem þú sagðir þarna með tjeppið að höfuð og þið fyllist bara einhverjum rössum sem þú vilt ekki sjá. Þetta er svona, veistu það, mér þykir ofvæntuð einhvern veginn ég óska þess ekki að þú lendir í þessu rassfargani sem varst að sjá fyrir þér þetta áðan. Það er hvað heitir þetta, algoritminn, hann er þannig að ef þú ítir einu svona eitthvað sem þú sýnir ykkur áhuga, þá bara heldur að þú sért bara áhuga á þessu. Einmitt sendir 1800.000 hlaupaskó eða þú óvart skoðar hlaupaskó. Ég veit ekki hvað ég hafi sagt. Mér finnst þetta gaman. Getum við fundið fólk sem hefur svolítið vita á AI? Getum við talað um það? Mér finnst það spennandi líka.
eða bara tala beint við akkur ekki. Vera bara með 4 tölvur hérna? Ég hef oft verið að gagnrýna RÚV fyrir að vera alltaf að tala við fólk sem vita fátækt, en aldrei við það fátæku. Þannig að ég geti snúið þessu núna og sagt að við höfum ekki að tala við það sem vita, tölum bara beint við Já, ok, ef við getum fundið út í því hvernig við gerum það, þá getum við gert það. En ég held að þetta sé eitthvað sem við höfum að skoða vegna þess að þetta getur farið að breyta starfsumhverfi alls venjulegs fólks í heiminum þegar að gervigreindin tekur yfir stóran hluta starfa og þá þurfum við að spá í hvað ætlum við þá að fara að gera. Ef að menntun okkar og nám margra nýtist ekki lengur og tölvurnar leysa það á hólmi, hvað fyrir við þá að gera? Hvað gerum við kraft okkar og getur verið að þar að segja hugmyndir fólks og sköpunarkraftur geti einhvern veginn fengið, gengið í endurreisn lífdaga? Getum við aftur öll orðið einhvern veginn svona creators, skaparar, veit það ekki? Ég held að þetta sé ekki bara vond. Ég held að þetta sé spennandi líka, þú veist. Mér langaði alltaf að segja sögu af því þú sem mikla trú á þá var ég hlusta á eitthvað starf í útvarpi. Ég hef ekkert rosa mikla trú á hætt að segja það. Mér finnst þetta bara, mér finnst þetta spennandi og forvitnilegt. Hvernig algoritminn hugsar. Þá var ég heyrði bara í útvarpinu, svona jazz, frá svona tímabili sem að mér finnst þeirra skemmtilegast, ég veit ekki, 1962-3. Og fannst ekki bara, hvað er þetta? Svo var þetta afkynnt og þetta var Goodbye Pork Pie Hat. Já. Og ég fór að segja, Pork Pie Hat, hvað er það aftur? Og googlaði það, hefði ekki átt að gera það. Nei. Því að 3 ár á eftir, að þá eldi algoritminn mig að reyna að selja mér Pork Pie Hat, sem er svona hattur sem er flatt á ofan, sem að ég myndi eftir hvað heitir myndin Friends Connection, það sem að Gene Hackman var með þetta. En er betur þekkt núna, hann er með þetta í Breaking Bad. Já. Það er svona flatt á ofan og er svolítið komið í tísku eftir það. Akkurat. En ég myndi ekki alveg hvað það var. Já. En síðan var ég bara í 3 ár og ég var alltaf að hugsa, það er ekki mikið framleitt að þessum helviti svörtum í heiminum. Þannig að þetta eru kannski 3-4 framleiðendur. Þeir sitjum þig. Sem að Facebook er búið að sannfara, við erum með einn. Hann er með það hatt á heilanum. Og þeir eru bara að fá auglýsingapening til þess að koma og veiða mig. En ég er ekki sköllóttur þannig að ég er ekki með hatt. En svo var þetta svo fallegt vegna þess að þetta er minningar blues eiginlega, sem að Charles Mingus skrifaði hann Lester Young, sem var alltaf með svona hatt. Þetta er ógeðslega fallegt. Hvernig til þess að þau eru farið heim og googla þetta. Setja lagið á. En ekki googla hvað er Pork Pie Hat. Goodbye Pork Pie Hat. Goodbye Pork Pie Hat. Sem við ættum náttúrulega að spila núna ef við hefðum ef allt væri eðlilegt þá ættum við að spila það núna. Þá væri það mjög fallegur endir á þetta. Nei, en það sem við gerum í staðinn að bara þegar fólk er búið að hlusta á þennan þátt þá fer það og hlustar á þetta lag. Herðu, takk fyrir hjálpina í kvöld. Já, það var nú lítið, gaman. Sjáumst aftur. Fljótt, já. Og ég þakka ykkur náttúrulega kærlega fyrir og öllum gestunum sem hingað koma og minni á, eins og ég ger alltaf, að þið takið þátt í að byggja upp samstöðuna, hafi gert það af veljusemi í þessi ár sem við höfum verið að byggja upp. Það gerist með því að þið segir bara vinum og vandunum frá efni sem ykkur líkar hérna og þá kíkir fólki á það og þannig stækka dreifikjörfi okkar. Þið getur bent á að við erum á Facebook, á YouTube, á öllum hafðarsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM og það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilarann, spilari.is á netinu og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum, við erum með 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræðu, þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Samstöðin hefur náttúrulega verið byggt upp af þeim hlustendum sem hafa gert áskrifendur, það kostar 2.500 krónur. Þið getið slegist í hópinn og fengið allt efni sem við búum hérna til og eignast útvarps- og sjónvarpsstöð, fjölmiðil í félagi með öðrum. Með því að fara inn á samstöð.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getið skráð ykkur. Þið sem að kjósið getið látið áskriftarnar renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. Þið megi borga meira þið viljið. Þið þekkið þetta allt, ég fer með þessa þölu hér aftur og aftur.
En þetta komið gott í bili, við erum í svolítið sumarfasa, þannig ég held að rauðaborðið verði hérna næst á föstudaginn klukkan 4, þá verður vikuskammtur þar sem við förum yfir fréttir vikunar og þá verður nú aldeilis fjör. En takk fyrir í bili og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.